Síðum að byrja. Okay. Við erum live. Ég sé ekki betur. Erum við live? Ég bara vil byrja á að bjóða alla velkomna skjánum og tilkynna það að hann Helgi okkar, hann að missa af þætti í fyrsta skipti, núna í kvöld, hann bara forfallaðist. Já. Við hljótum að fyrirgefa það. Já, við hefum allir þurft að gera það sjálfur, þannig að við hljótum að fyrirgefa honum. Já. En við erum heldur betur með góðan gest, Evu Þorsteinsdóttur, ef að þú hérna varst í framboði fyrir miðflokkin núna í sveitarstjórnarkosningum síðast. Hérna langaði að segja okkur eitthvað smá frá þér, bara svona stuttlega. Ég er ekki bara... Ekki að fara á djúpt. Nei, ekki djúpt. Ég er bara kona með skoðanir sem fékk nóg og gekk til liðs við miðflokkin 2024 að því ég fékk alveg bara upp í kók hvernig ástandi var. Það var hérna rétt fyrir kosningar eða það ár og það kom einhvern veginn ekkert annað til greina heldur miðflokkurinn. Var eitthvað atvik? Eitthvað eitt eða? Nei, ekki eitthvað eitt. Maður búin að fylgjast með bara umræðinni og samfélagsmiðlum og kommentakerfum og þetta var allt sko svo ógeðslega einhæft. Það var bara svona eins og bergmálshellir ákveðin hóp fólks sem að hérna mátti tjá sig. Skilur, svo kom alltaf einhver einn og einn sem var kannski að reyna og hann var bara plammeraði niður á staðnum og ég fekk bara svona algjört ógeð og svo náttúrulega líka þetta þegar ríkisstjórnin þetta með þetta Jasanmál, palestínska strákin, þá fekk ég bara alveg, sko, misti allt álit á sjálfstæðismönnum og bara treystiði mig ekki lengur. Nei, þeir hafa tapað öllu trösti, er ekki skilið neitt tröst, sko. Mér finnst þetta áhugavert, sko, þú veist að tala þessa umræðu og svo þátt fjölmiðla og þáttur fjölmiðla í þessu Jasansmáli er alveg augljós og það er búin og ég trúi því að það sé til fjölmiðlar hafi búið til blekkingu eitthvað meiri hluta samþykki með þessum öfgavóg eða kultúral marxista skoðunum sem að er kannski ekki endur allir staðar en þeir búa til umhverfið þar sem fólk trúir því að örugga skoðin meiri hlutans sé þetta sem er presenterað í fjölmiðlum og það verður oft svona það er búið til fréttum að það er eitthvað reiði í gangi það er eitthvað mikil reiði yfir einhverju og það er kannski bara Hallgrímur Helgason og einhverju vinir hans skilur, og ég átti svona augnablik, ég var í Bónus í Lóuhólum daginn og þá var eitthvað fjölmiðlamál mig, eitthvað mikil reiði, eitthvað leiti ég í kringum mig, alltaf fólk sko, bara, það eru 0% líkur á því að það sé einn maður en inni reið, skilur, þetta er svona manufaktur að það búið til eitthvað átreits og það búið til blekkingu að einhver ein skoðun sem er skoðun sem að þessir miðlar og í raun ríkisvaldið er að reyna að tróða ofan í fólk. Akkurat. Sé hinn öruga og rétta skoðun meirihlutans og án þess að sé endilega eitthvað mikið á baku það sko. Nei og líka bara að þú veist að ef þú hefur ekki þessa skoðun þá ertu bara vond manneskja. Algjörlega. Þannig að bara stimplinn í fólk að ef þú mótmælir eða ert ekki sammálausu þá ertu bara vond. Já. Þú ert rasisti, þú ert nasisti, þú ert fasisti og bara reynilega ógeðsleg manneskja. Þannig að fólk vill ekki vera þar. Sko. Sverrir, þú er svolítið mikið verið að því að skal ég segja þér benda á þetta. Nú er ekki allir sem að horfa X, kannski sem að fylgjast mikið með því. Þú er mikið verið að benda á þetta að þessi hópur hafi tekið sér svona siðferðislega yfirburða vald. Algjörlega, já. Farðu aðeins út í hvað þetta meina með því? Sko, Ég postaði mjög áhugavert myndband af Sögu Garðars þar sem hún var einhvern veginn að skammast í Latta sko, yfir hún var að segja þú veist, og af miklu yfirlæti segir hún við Latta þú veist, að nú til dags að þá ber fólk miklu meiri virðingu fyrir minnihlutahópum þú veist, að þarna er hún að setja sig á svona ákveðin siðferðisstall sko. Og ég er áhugamaður að greina tungumál. Mér finnst áhugavert hvernig við, af því að það skiptir svo miklu máli, hvernig við túlkum heiminn bara í undirmeðvitundinni, bara tungumálið og ég hugsaði, eitt sem ég var að hugsa bara á leiðinni hingað var sko að bera virðingu fyrir minnihlutahópum og
þetta er alltaf eitthvað svona kollektíft identitet, þetta er kollektív sjálfsmynd hjá einhverjum hóp sem til umræðu hjá þessu fólki, þessi sjálfsmyndar pólitík og þú hugsa málið sko, ok, berð þú einhverja virðingu fyrir hvítu fólki, bara kollektíft og ég var að hugsa þetta bara svona, nei, eða þú veist, ekkert frekar en og svo kemur þetta, þú veist, berð þú virðingu fyrir einhvern veginn svertingum kollektíft sem einhverjum minn og ég held þetta er svo innantómt og ég fann það bara svo sterk og wow, ok, þetta merkir ekki neitt að segjast bera virðingu fyrir einhverjum svo hópi kollektíft er algjörlega merkingalust. Ég meina, er þetta ekki bara svona svo aumingjavæðing, skilur? Jú. Þessir eiga svo bátt, þetta er svo mikið grei eða aumingjar að við þurfum að bera sérstaka virðingu fyrir þeim. Algjörlega. Skilur, maður getur bara borið virðingu, af hverju þessi merki með þar? Af hverju þarf þetta merki með alla? Og líka einhvern veginn tala sjálfa eins og þú berir einhvern veginn meiri virðingu og fyrir sko hópum sem að hún er náttúrulega að tala niður til þessara hópa og þetta er svona eitthvað, þú veist þessi lúserar hérna sem er ekki að flottir og ég ber samt virðingu fyrir þeim. Akkurat. Og en þetta er dæmi umræðu sem að fer alltaf frá, þú veist, við erum aldrei að tala einhvern veginn einstaklinga í neinu svona samhengi og þetta er svo ódýrt, þú getur fengið eitthvað svo ódýrt með því að segjast bara einhvern veginn bera virðingu fyrir einhverjum hóp kollektíft, en þú þarft í kannski engu tilfelli að bera virðingu fyrir einum einasta einstaklingi innan þessa hóps. Akkurat. Og þannig að þetta krefst einskis af þér og sem er náttúrulega og allt í kringum þetta vókdæmi finnst mér vera þetta er svo ódýrt. Þetta er svo mikið að upprópunum, þú veist það er alltaf að vera að hrópa, ef þú gerir ekki þetta, ef þú styður ekki þetta, þá ertu vond eða skilur þá er bara eitthvað að þér. Já, og mjög mikilvægt sko að þá ertu eitthvað. Akkurat. Að það ráðist á því sko fyrir það, þú veist, þú gerir eitthvað og það gerir þig að einhverju sem er þá að taka þig út fyrir sviga og þú veist, þetta er áhugavert sko þegar ég tekin fyrir í fjölmiðlum þá er alltaf tekin fyrir sko, ég sagði til mig að vera kynþáttarauningi maður í ykkur viðtali sko og þú veist, það er aldrei sverri skil, það er aldrei einstaklingur, það er aldrei, þú veist, eitthvað sem ég segi stend fyrir að sagði því, það er þetta og það er eitthvað stimpill. Akkurat. Og svo getur þú lent í þessu, þú getur bara þú ert sexisti eða karlaremba eða rasisti eða svona bara fasisti, nasisti, allt þetta dæmi sko og algjörlega upp úr lausu loftu gripið mjög oft sko. En þetta snýst allt að stöðva umræðu og taka viðkomandi úr umferðinni, úr umræðinni. Bara þetta er mál sem á ekki tala þú veist, þetta er bara svona, annarkvæmt samþykkiru eða þú ert, eins og ég segi, vond. Já. Og Við skulum líka ekki gleyma því hversu mikið yfirlæti og hroka við erum að eiga við frá fólki sem að finnst skoðanir þeirra vera svo heilagar. Akkurat. Að ef þú ert ekki sammálaðum, þá ertu bara vondur. Akkurat. Þetta er rosalega erfitt að eiga við fólk sem er það locked in, getur ekki gert sig grein fyrir því að það sé alveg möguleiki að það hafi rátt fyrir sér, að þau sjá sig sem eitthvað svona dýrlinga sem getur bara, það eru svo ófeilanlegar skoðanir að það að þú ert ekki sammálaðum, þá ertu bara vond manneskja. Akkurat. Já, sko, og ég meina, þau verða í rauninni að trúa þessu til þess að því að þau eru líka, þú veist, þau trúa líka hinnu öfuga sem er að þau séu einhvern veginn góðar manneskjur fyrir að hafa tekið upp þessar skoðanir og tekið upp hennar pakka, í rauninni fyrir að fara með fjöldanum. Og þetta er svo skýrt dæmi finnst mér hóphugsun, skilur, þú veist, þetta er ekki, og þetta er hóphugsun sem er orðin verulega sjúk og svo skýrt dæmi sjúkleika þessar hóphugsunar sem ég er mjög mikið að pæla í sko, er hversu harkalega er ráðist á einstaklingin sem fer gegn þessu. Akkurat. Þetta er algjör svona hive mind hugsun og ég tek alveg eftir því í svona rökræðum við þá fáu sem að eiga í einhverju svona efnislegum rökræðum við mig þetta að það er alltaf farið í sko það er alltaf farið í að reyna að já, eins og ég segi að setja eitthvað svona stimpil á mig að ég sé eitthvað það er aldrei það er í rauninni aldrei neinn efnisleg umræða faktist. Nei, ég meina þetta er bara eins og með hins eginn fannina. Já. Þú veist, það má ekki tala þá.
það má ekki spyrja spurninga. Ég meina, það er eðlilegt. Þetta er fáni mannrétt, ertu á móti fána mannréttinda og frelsis var sagt eitthvað staðar og mér fannst það rosalega áhugavert af því að fyrir mér þá var þetta augljóst, þú veist, þarna er bara ljúga og blekja, þú veist að þetta stendur fyrir miklu meira heldur en mannréttindi og frelsin, samt ferðu og ræðist á manneskinu og segir hvað byrjuðu þú að ráðast á fána mannréttinda og frelsis, ok, þú veist, þetta er að yfirlegu ráði, þarna áttar manneskinu sig á því, en þetta er bara, ok, þetta bara virkar og þú veist, ég held að sé það er mjög erfitt, þú veist, það verður að eiga sér stað einhvers konar umræða þessi mál, þessa fána, hvað nákvæmlega þeir standa fyrir, til þess að þeir sem að fari og standi gegn þeim séu ekki faktist fyrir hjörðinni að ráðast á fána mannréttinda. Ekki einu sinni að standa gegn þeim, heldur bara einfallega að spurja, af hverju þarf fánin að vera uppi við alla skóla eða leikskóla, af hverju? Þú veist, af hverju? Já, bara af hverju. Þú mátt ekki eins og spurja því. Þannig að það snýst ekki einu að fólk sé eitthvað ég er á móti hinsegin fólki eða hinn og þessu. Það snýst ekki það. Þú mátt bara ekki spyrja spurninga og það er það sem er svo hættulegt. Þú veist, af hverju má ekki spyrja spurninga? Já, og sko ég held og talum bara þú sem með ekki spyrja spurninga ef að fólk bara allir eða væri bara konsensus á Íslandi þar sem vissu allir fyrir hvað inngildandi framfarafónin fyrir hvað nákvæmlega stendur fyrir hvað hópa hverju voru sem bjöggan til og af hverju og hver er pælingin sem þetta fyrir langt út fyrir sko eitthvað svona hinsegin eitthvað að hommar og lesbíu fá að vera saman, þú veist bara þetta er sko fyrir í bandaríska, þetta snýst bandaríska sjálfsmyndapólitík í fyrsta lagi, þetta snýst einhverja réttindabáratu þeldökkra, HIV-sjúkra og eitthvað svona framfærir í eitthvað svona félagslegu réttlæti fyrir svertingja í Bandaríkinum, þetta er allt annað sögulegt samhengi en það sem við lifum í Íslandi, hvernig meikar þetta sens á Íslandi fyrir utan íslenska stofnanir, hvað þá íslenska skóla, hvað þá íslenska leikskóla? Akkurat. Eru krakkarnir á leikskólanum á Íslandi að kalla eftir því að fá alnæmisfánan flagga, þú veist, fyrir hvernig er þetta og ég hugsaði, ok, fyrir hvernig eru þessir fánar, þessir inngildandi framfarafánar á leikskólum þeir eru augljóslega bara fyrir starfsfólkið eða foreldrana, það er bara annað hvort þetta er ekki fyrir börnin, það er svo augljóst. Akkurat. Þú veist, þú gætir svona sagt, þú veist, í grunnskóla svona, þú veist, allavega svona 7. bekk og upp úr svona, ok. Já, ok, þú myndir kannski aðeins þú myndir svona en samt kannski alveg spyrja þig, þú veist, ég meina vita krakkarnir hvað þessi fáni snýst er búið að kenna þeim, þú veist, hvað allar þessar rendur þýða, af því að það er ekkit, svo spyr maður fólk og það veit það ekki. Það er ekki hugmyndið það. Nei, ég meina það var allt brjálað þegar ég var eitthvað að gera grín á þessu fána sko, og þessi trúa tákni sko, ég var að kalla hann alnæmisfánan og svo var ég að segja fólk, já en byrju þetta stendur, þú veist þetta er einn á hópnum sem stendur fyrir og bara nei, þetta stendur ekkert fyrir þetta það bara trúið því ekki að það er svo absúrt og við lifum í einhvers konar heimi þar sem sko sannleikurinn er svo absúrt og fáránlegur að ef maður segir hann, þá hljóma maður bara fáránlega bara auðvitað stendur þetta ekki fyrir alnæmisjúka, þetta er bara hinsegin fánin og þá þarf maður að koma með þú veist, kvittanir skiluru og þú getur ekki og það er eiginlega ókostur við þetta að vera eins og við í stúdíónu og á Spáni að það er ekki hægt að standa gegn öllu þessu bulli á þess að hljóma eins og maður sé klikkað af því að það er verið að gera svo mikið klikku í sétti. Ég veit það. Og bara ef þú ert að nefna það allt. Þetta er líka svo áhugavert með það, þetta er fólki sem að tala svo mikið upplýsingaóreiðu og falskar upplýsingar en það rekur aldrei einmitt fyrir hvað þetta stendur og er rosalega sátt við að fólk haldi bara þetta sé bara eins og þið talið fáni, frelsi, réttlætis, og ég ætla aðeins að skjóta einu inn sem við vorum að tala áðan bara að ég gleymi að þegar við vorum að ræða minnihlutahópa, að sem sagt hvítt fólk er nú 8% af jarðabúum, eins og staðan er núna samkvæmt tölfræði og þegar þú einmitt ræðir þetta við eigum að bera virðingu fyrir minnihlutahópið, þá er svolítið duglega að vera skjóta býtu eftir að meina akkurat það sem að stað í landinu eða eftir að meina í heiminum eða bara á þeim stað fyrir sig og þá lendir fólk alltaf við rosalega vandræðum við þetta sko, því að ef við ætlum að fara á heimsvísu þá náttúrulega eru hvítir minnihlutahópur sem þarf hvað mest að verða sko. Þannig að þetta er svolítið svona fárálegt en þegar Sverri var einmitt að tala um þetta með fánan og að þeir þurfi að vera þarna og þetta er oft réttlætt
sterkasta réttætingin og algengasta sem ég hef séð á þessu svo að þetta þurfa að vera þarna til þess að þessir einstaklingar sem að fáninn nær yfir upplifið sér velkomna, annars upplifið sér ekki velkomna. Nú, ég á strák með Downs og ég mitt fór að spyrja þetta sama fólk, ok, hann sem sagt getur ekki farið í þessa leikskóla eða grunnskóla því að það engin Downs-fánið þarna og þar að leiðandi getur hann ekki upplifa sig sem velkominn, út að hann hefur engan fána. Þá eru þau bara reið því að sko, auðvitað það ekki þannig sko. Það bara þessi hópur sem þarf að, og þú veist, þetta allt bara, þetta fyrir bara hring. Leið og beitir þeirra eigin rökum á þau en setur eitthvað annað í staðinn og hrynur þetta svo spilaborg. Já. Þetta sko, það ekkert consistency í þessu. Það augljóslega bara, þú veist, það svona valin einhver, það ótrúlega skemmtilegt oft að finna þetta inconsistency í málflutningi libbana sem einhvern veginn, sem út allt og það valið og það virðist vera bara eftir hendisemi hvaða hópar þar eru til þess að sko, og ég held að þetta sé bara eitthvað svona, hægt að taka einhvern hóp hérna til þess að auka veg okkar í pólitík, snýst ekkert sjálfa hópana sko. Og mér finnst áhugavert þegar þú pælir í sko, minnihluta-hópa versus meirihluta-hópa að og hvítir einhverjir 8% eða hvað sem það á jörðinni, að ég get ætla bara fullir að það hér að ef þú vilt vera minnihluta hópi í einhverju landi, í einhverju svona racial minority í einhverju landi, þá hópurinn sem þú vilt vera komin undir náð hjá, það eru hvítimenn. Ég get alveg lofaði því. Þú vilt ekki vera Uyghur í Kína og vera upp á náð Kínverja komin. Þetta reynda bara trúarhópur þar. Þú vilt ekki vera kristinmaður í Líbanon, þú vilt ekki, þú veist, ímyndaði bara að vera upp á náð Sómala komin, ef þú væri bara partur af einhverjum hvítum minnihlutahópi í Sómalíu, hvort heldur því betra að vera Sómali undir náð hvítamannsins á Íslandi komin, bara við hundsum allt sko efnahagslega, þú veist, að ég persónulega, ég myndi ekki vilja vera undir náð þessara þjóða komin, en samt eru þessi þjóðabrot komin hingað til Íslands undir náð okkar komin, hafa það bara mjög gott, við erum bara búin að gera rosa mikið fyrir þennan hóp og við fáum voða lítið. Já. Ég meina frá þeim það. Já, nefnum bara þú veist, það bara verið að eyðileggja fjölmenningu. Fjölmenningin bara, þú veist, fjölmenningin náttúrulega bara sem orð, mér finnst að við að hætta að nota þetta orð með þess að þetta ómenning og mér finnst sko fólk talar fjölmenningu og menningu eins og sé eitthvað sem endalaust þetta bæta við skilur þess að bara við erum í íslenska menningu hérna og við getum bara endalaust bætt við þannig að það geti verið þetta sé í rauninni þetta bara bikar sem fyllist ekki og sem eru þetta ekki þegar þú ert að bæta við allir þessari menning þú ert alltaf að fara að mínusa eitthvað þú veist það bara eitthvað x mikið sem kemst fyrir við erum alltaf að fara að gefa eitthvað eftir í staðinn og í allir umræðu fjölmenningastefnuna þá var þetta aldrei tekið til greina það var alltaf talað eins og bara þetta bara viðbót við íslenska menningarheiminn það ekkert gefið eftir neinstaðar. Í rauninni var talað inngildingu þú veist að þetta fólk kæmi hinga á þeim forsendum að við myndum inngilda þenn í samfélagið. Já. En svo það allt í einu eins og það sé gleymt sko. Já. Eða þú veist, það notað bara eftir henduleika. Annarkvort þetta inngilding eða fjölmenning. Meina, hvort að það vera? Ég með þess að bara móti inngilding. Mér finnst inngilding vera bara ómannúðleg og rasísk. Ég held ég hef tekið eftir í þeir innflytjendur sem ég á alveg í samskipti við tölvist mikið innflytjendum. Að mér finnst svona fyrsta kynslóð innflytjenda sem eru ekki búið að taka sko, og heila þó með einhverju svona vestrænu lippa bullshiti það einhvern veginn heilbreiðasti og skemmtilegasti hópurinn að eiga við sko. Það ekki búið að koma þessu fórnarlamps elementi inn í þau en inngildingin og ég held þú veist fólk hefur ákveðið eðli fólk bara mismunandi þú veist, meðal Senegalinn og meðal Íslendingurinn eru bara ekki eins að þegar þú ert að tala að inngilda og taka Senegala og inngildan þá ertu alltaf að fara að tala að taka eitthvað senegalst úr honum sem er kannski bara gott skilur þetta er annað af hverju viljum við taka eitthvað svona úr mönnum þá ertu kannski að gefa eitthvað eftir
eitthvað raunverulegt eftir til þess að reyna svo að verða eins og við, en þú getur aldrei verið það, af því þú bara ert það ekki. Og ég held, þú veist, og ég held að sé bara fundamental munur á fólki eftir kynþáttum varandi Ég meina, ég ætla ekki að segja til það, en ég meina að þú veist, það hlýtur að vera einhver munur á einhverjum svörtum manni úr Afríku og Íslending. Já, algjörlega. Skilur, ég meina, hann kemur úr alltaf í þessi umhverfi og menningu og lifnaðarháttum. Þannig að, þú veist, auðvitað það ekki það sama. Nei, og svo þá spurningin, þú veist, er það mannúðlegt og er það gott og göfugt að reyna að berja þetta úr fólki? Þú veist, það basically inngilding, skilur, inngilding fallegt orð og svona róða jákvætt hlaðið og svona, en það basically það sem við erum að gera og búa til eitthvað svona Íslending úr þeim. Þú veist, það svona fallið? Er það mögulega, þú veist, rasíst og fordómafullt pæling bara frá upphafi? Já, það má deilið það, sko. Ég náttúrulega innflytjandi og ég náttúrulega bara lifi mínu lífi, þú veist, hvað sem gerist inn á heimilinu allt annað, en þú veist, allt út á við, þá ég bara að fara eftir því sem að spænskt samfélag segir mér að gera, skilur. Ég ekkert að ætlast til að hér sé einhver sem tekur eitthvað sérstætt tillit til mín eða eitthvað sem ég get gert, skilur. Börnin mín lærðu spænsku og það er bara ekkert flóknari það, tala hana bara eins og heimamenn og þú veist, og það meina jafnvel og þú veist, allt svoleiðis. Ég ekkert að ætlast til þess að menn læri íslensku eða ég fái túlk eða eitthvað svoleiðis ef ég þarf að fara að mæta einhver staðar á okkur til að redda einhverju. Mér finnst þetta bara fáránlegt. Akkurat. Bara í alla staði. Ég algjörlega sammála því. Það fáránlegt. Menningamunurinn rosalegu líka eftir, og það, ég bara, þú veist, gæði innflytjanda bara, þú veist, bæði innflytjanda, þá ég að meina bara fólk sem kemur. Þú sér þetta til dæmis bara hérna, ég ætla bara að taka dæmi, þú veist, Kínverjar sem að koma til á Spáni og í alla Evrópu. Það er talað Kínabúðir. Þetta fólk sem að mætir, þau opna allstaðar einhver fyrirtæki. Það allstaðar með rekstur. Þau eru að opna búðir, eru að opna veitingastæði. Börnin eru vinnandi þarna eftir skóla, bara læra það. Þetta bara, þú veist, það enginn að amast út í svoleiðis fólk sem kemur til að gera svoleiðis, sem bæta við samfélag. Já, það er svolítið öðruvísi heldur en einhver sem kemur inga og ætlast þess að samfélagi sem það kemur í breyti sér að þeirra þörfum. Já. Þú veist. Ég held líka sko að nálgun vestrænna samfélag, þegar að sko nálgun byrjaði að vera að við þyrftum að gera svo mikið fyrir þetta fólk til að hjálpa þeim þetta og ég tek oft dæmi sko þessi Jasmína þarna, þessi bosníska þarna snillingurinn sko, hún talaði sko að það þyrfti að bara meðal maðurinn sem kæmi frá Miðausturlöndum þyrfti cirka bát 10 ár á bótum áður en hann gæti farið og byrja að vinna, bara 10 ár og ég hugsaði, þú veist, bara heyrðu, ef þú ert bara eitthvað sýrlendingur og flytur til Ísland sem er búin að hanga í 10 ár á bótum, þú ert bara að fara að verða bóta þegar forever, það er bara, mér finnst þetta að vera, þetta er ömurlegt plan. Ég meina, þetta er bara meðvirkni. Já. Ekkert annað, skilur við, þú veist. Þú ert að halda á sér rosalega góður, þú ert að gefa fólki tækifæri á að koma hingað og einmitt, fá bætur og fara inn í velferðarkerfi okkar og fá allt, en ég meina, gefur maður börnunum sínum allt, verður það betra þegar maður gefur þeim allt, lætur allt eftir þeim. Ha? Nei. Ég var með tekin pólskri vinkonu og þá var ég eitthvað þegar bara, við þurftum kannski bara að hjálpa þeim að læra íslensku betur eitthvað, ég var að reyna að vera eitthvað svona woke good guy sko, og hún sagði bara að halda kjafti, hún læriði bara að byrja að vinna á leikskóla, hún læriði bara íslensku, það var ekki að hjálpa henni eða gera neitt fyrir hana og ég held, og það er náttúrulega bara það sem að olli því að menn aðlögust miklu frekar að menn, þú gast komið ykkar en þú þurftir að standa á eigin fótum og það er eina leiðin til þess að aðlagast að samfélagi er að standa á eigin fótum í því. Ef þú gerir það ekki, þá aðlagast ekki. Að vera á bótum í einhverju fjarlægu, ókunnugu samfélagi þess að þú talar ekki tungumálið, þú ert aldrei að fara að aðlagast. Og þú veist, hugsa þetta bara ef þú sjálf, ef maður færi bara til Sádi-Arabi sem flóttamaður og fengi bara einhverja íbúð í Jeddah og væri bara bótum, hefði það bara fínt, skilur og maður geti bara hangið þannig og það væri engin pressa á að fara að vinna það neitt svoleiðis.
myndi maður ekki bara gera það alltaf? Jú, hugsalega og bara eða þú veist, vera bara með öðrum Íslendingum Já. eða öðrum vestrænum sem þar og þú veist, vera bara ykkur hlýða samfélagi. Einmitt. Það alltaf miklu þægilega bara auðveldara. Einmitt. Þú þarft ekki að hafa fyrir neinu. Þú þarft ekki, nei, og ég held, þú veist, og þegar ég horfi á bara svona síðustu 10 ár í útlendingastefnunni á Íslandi, þá mér finnst þetta svona, mann fallast hendur að þegar maður hugsa að ég er engin annar leið að segja þetta er bara hálfvitar. Þeir sem lögðu þetta upp, sem heldu að þetta myndi ganga, því þegar maður horfir á þetta er svo gapandi augljóst að þetta myndi fara svona. Það er mér ekki vist en það. Nei, þeir eru allir, það er svo fyndið, svo eru þeir svo voðalega hissa. Það er bara eins og þetta komi alltaf óvart, við erum líka náttúrulega, þú veist, Ísland er það langt á eftir að við erum með lönd þessu Svíþjóð eitthvað svona sem við bara, já, þú veist, við erum bara 5 árum eftir Svíþjóð, skilju, við getum bara svona gefið okkur tímalínuna cirka. Akkurat, og hvað þá? Hvað eftir 5 ár? Ætlum við þá að vera reið eða? Af því að við gerðum þetta vitlaust. Skilju, af hverju getum við ekki lært að mistökum annara? Af hverju þurfum við alltaf að bíða eftir því að það komist á tímapunktur að það sjóða allt upp úr hér? Skilju, að fólk er bara mjög ósátt við hvernig þetta er. Já, og kannski bara treystir fólk í að Margrét Waff geti bara gaslýst fólk bara, hversu góð er Margrét Waff í að gaslýsa? Ég meina í alvörunni, þegar við kemur því ég var að sjá þetta viðtali Frosta eða bútur í þegar hún var að segja sko, varandi Danmörku, af hverju Danmörk væri farin að vera með harðari stefnu og þú veist, hún kemur með eitthvað svona rök að já, finnist það nú ekki sko að þú veist ekki með að við Svíþjóð og maður bara, sagður þetta upp átt í alvörunni með að við Svíþjóð ætlar að bera eitthvað sama við Svíþjóð það sem allt er komið fyrir löngu í óefni og þú veist sprengjuárásir og ég veit ekki hvað er í gangi glæpa gengi sér á það heilu hverfunum og þú veist maður bara what og einhverju krakkalakkar skilur sem maður eru að fremja glæpi og það þarf að lækka aldurinn í að til þess að geta sakveldu, þú veist, þetta er svo mikið geðveiki að maður bara, Sko, vinur minn var að flytja heim frá Svíþjóð, sko, fyrir stuttu og konur hans fekk nóg þegar það var kastað handsprengju í stigagangin. Akkurat. Það er eitthvað sem gengi, eitthvað svona. Við erum ekki komið með fyrsta handsprengju-glæpin. Nei, ekki en þá, en ég meina við erum komið hnífaglæpi og alls konar annað, þú veist, ég meina það náttúrulega kemur að því að við fáum það sama. Algjörlega. Það er bara tímaspursmál. Og veistu það er svo fyrirsjáanlegt hvað mun gerast. Þegar við fáum fyrstu handsprengjuna inn í einhverja blokk á Íslandi, þá mun vera bara, hingað og ekki lengra. Akkurat. Nú förum við í eitthvað svona átak og eitthvað og svo kannski kemur ekkert í eitthvað smá tíma og svo var aftur og bara nei, við verðum að stoppa þetta og svo 3. og svo svona 4., 5., 7. og svo bara við venjumst í og látum þetta yfir okkur ganga í nafni fjölmenningar og við verum bara gaslýst af fjölmennum og öðrum og okkur, þú veist, það er líka það er ekki látið vita, þú veist, það má ekki tala hverjir frömdu þennan glæp en ef það er Íslendingur eða jafnvel bara Reykvíkingur, þá kemur það alveg skýrt fram. Það er alveg tekið fram. Þannig að á ég þá að geta mig til að allt sem er ekki sagt að sé Íslendingur eða Reykvíkingur eða Bolvíkingur eða eitthvað, að það sé þá útlendingur eða. Já, og ég meina, þú sást fréttina þannig á Mannlífum daginn, það sem var augljóslega eitthvað. Akkurat, ég meina, kom bara frasarnir sko á ensku sem að maðurinn hafi verið með hótanum en þetta var Íslendingur. Og ég held meiri segja sko, það kom fram eitthvað íslenskt nafn. Aha. Og ég sagði, ok, annarkvort er þetta Íslendingur sem það bara heldur hans í útlendingur, ég veit það ekki eða þetta er einhver sem bara búin að breyta nafn og það hefur nú gerst. Eða kannski menningarnám. Já, kannski. Það væri þá ennþá alvarlegra sko. Akkurat. Það er að taka á því. Það eru eiginlega harðar tekið á því sko, heldur en mörgu öðru. Já. Það er við verðum að auka menningarnæmni fyrir alla þessa hópa. Akkurat. Það er partur af dilnum í þessu fjölmenningar stefnu sko. Akkurat. Við skulum ekki gleyma því heldur að það er eitt land í heiminum sem er ekki í yfirlýstu stríði sem er fleiri sprengjuára sem eiga sér stað heldur en Svíþjóð og það er Mexíkó. Bætti því? Mexíkó er ekki beint það er rúmlega 1 dag bara í Svíþjóð í fyrra sko og það er ansi mikið með við það sem að Svíarnir eru svona vanir. Annars sko ég var líka það sem eitt sem vorum að ræða á það með þessa inngildingu og annað. Það er eitt sem að menn virðast annarkvort ekki vilja skilja eða bara einfaldlega ekki vita því að það hef aldrei verið þarna.
en það þegar þú til dæmis tekur inn í menningu, Mið-Austurlanda, tökum það bara, að það, þú veist, bróðir minn er mikið þar og annað. Þar bara menningin þannig að það flott ef að þú vinnur ekki. Ef að þú þarft ekki að vinna, þá þú búin að meika það. Þetta ekki eins og á Norðurlöndunum það sem að, þú veist, bara það búið innprentað í okkur að það bara, þú veist, öll þessi ár. Við getum bara, þú veist, ef við horfum bara svolítið tilbaka, þá var verra að liggur við að vera sko glæpamaður og morðingi heldur en sko ómægi, heldur en einhver sem að þurft að sjá fyrir, samfélagið þurft að sjá fyrir. Þarna þetta þannig að það eru þrælar og aumingjarnir, það þeir sem að vinna. Einir þurfa þess ekki og þá ertu búin að meika, þá fyrst orðið flottur gæi. Það ekki í menningunni að koma, þú veist, þá ég að meina hjá mörgum, þetta náttúrulega ekkert algilt eins og, en þú veist, það bara landsmenning meðal risahópa að ef þú sá sem að vinnur, þá þú fúl, bara aumingin, hálfvitin. Sem alltaf bara líka alveg rétt hjá þeim, allavega eins og þegar þú veist, þau ert að vinna, þú mætir í vinnuna og klukkar inn og sérstaklega ert að taka einhverja yfirvinnutíma í íslensku samfélagi, þú bara gera sjálfan þig að fífli. Það verður að nota skattpenningin í að vinna gegn sjálfu, það verður að nota skattpenningin í að gera þig að minni hlutahópi í eigin landi, það verður að nota skattpenningin í að borga undir eitthvað lið á ásprú sem ekki skila neinu til samfélagsins og bara að grafa undan öllu því sem hefur byggt hér í yfir 1000 ár af bara þér og forfeður þínum. Þú bara hálfviti ef þú borgar skatt á Íslandi. Þú veist, mér líður... Man líður þannig kannski, skilur við. Þú veist, en ég minna, hvað ætlar að gera? Neita að borga skatt, það ekki hægt. Nei. Fattar þau? Nei, maður bara neyðist til þess að vera hálfviti. Ég veit það. Þú veist, þetta mann að tala held ég þessi 100 til 200 milljarðar ári sem fara í þetta. Og svo skrítið, sko, að það aldrei hægt að fá allar upplýsingar tölur eða, þú veist, hvað verið að eyða í þennan málaflokk. Nei. En það alltaf svo margt sem undir, þú veist, maður heyrir náttúrulega út undan sér, skilur við, þú veist, við að niðurgreiða Viagra fyrir einhverja Palestínumenn. Já, það málið. Það hef ég heyrt. Já. Ég selði það ekki dýrarinn keypti það, en ég meina, þú veist, bara svona dæmi. Eða einhverja tannlækningar, þú veist, fari bara einhverja feðruna tannlækningar. Ég meina, við sem Íslendingar fáum þetta ekki niðurgreitt. Af hverju við að niðurgreiða það hjá einhverjum öðrum hópum? Og bara frá samfélögum þar sem menn eru kannski ekki mikið að busti sér tennundar, sko. Já. Þetta er ekkert 1-2 skemmdir, sko, þú ert með eitthvað sómala, sko. Það þú veist, bara hræðilegt og ég hef líka séð, sko, gleraugnakostnað. Akkurat. Það alveg rosalega, og þeir eru ekkert að kaupa sér bensínstöðu gleraugu. Nei. Það bara Ray-Ban gleraugu, var í flottustu búðirnar og svo bara sendur reikningur á sveitafélögu eða vinnumálastofnun. Ég meina svo skrítið að þetta sé bara einhvers svona óútfylltu tjekki. Þú veist, engin takmörk, ekkert, ég meina þegar við fáum einhverja þjónustu, þú veist, það alveg passa sig á því að þetta ekki greitt og þetta ekki greitt og þetta ekki greitt nema þetta sé svona og hins skilur, en svo kemur þetta fólk og færi þetta einhvern veginn að manni finnst og maður hefur heyrt bara eins og útfeltan tekka, þú veist. Og líka sko, ef ég set mig í þeirra spór, ég kem úr einhverju nauðafátækt úr landi, bara úr miklu skorti eða úr stríði eða eitthvað og ég kem inn í svona ríkt land og það að fá eitthvað frítt og ef þú ert í þessu hugafæri að auðvitað hugsaður bara, ég ætla að reyna að fá eins mikið, ég ætla bara að reyna að kreista út hverja einustu krónu og þú ert líka jafnvel með það bak við eyrun, kannski verður mér hent úr landi, þess þá heldur að reyna að kreista hverja einustu krónu, þannig að sko, mér finnst að einhverju leiti, þá finnst mér þetta að vera skortur á skilningu á mannlegu eðli hjá fólki, að það áttir sig ekki á því bara, þetta eru survival instinct, menn eru bara að reyna að lifa af og menn eru jafnvel einmitt að koma og menn bara taugakerfið úr þannig stríð og fátækt að það bara stillt inn á þetta að reyna að lifa af og en þetta bara einhvern veginn hunsað og það náttúrulega engum gerður neitt greiði með því að leyfa þessu að viðgangast hvorki Íslendingum né þeim það hefur engin gott af því að fá eitthvað svona frítt ekki til lengdar, skilur við og að það sé einhver takmörk á því að það sé ekki, eins og ég segi, bara heyrðu, þið fáðu bara kaupa ykkur allt nýtt og það fara að kaupa þvottavélar og ískapa og eitthvað, þú veist, það dýrasta svo getur fengið, ekki það ódýrasta og maður bara skilur ekki, þú veist, en svo þetta allt svona, eins og ég segi, sögusagnir, maður kannski heyrir, frá einhverjum sem hafa unnið við þetta, en þetta má ekki fréttast, skilur við.
Það vill enginn standa upp og segja, þetta svona. Ég veit það af því að ég var að vinna þarna og ég sá þetta gerast, skilur. Og það það sem manni finnst vanta, það að opna á þessu umræða fólk, þú veist, geti bara sagt hlutina eins og þeir eru. Þú veist, þetta svona? Já, þetta svona. Ég veit það frá fyrstu hendi. Ég rosalega mikill áhugamaður og forvitun hvaðan allir þessi ótti við einmitt að, bara heyrði, það sem ég vann einmitt við þetta og það sem ég sá bara, it would blow your mind. Þú veist, ég er rosalega forvitin sko, hvaðan óttin við þetta kemur. Óttin hann er greinilega rosalega mikill. Ég veit það, en þetta náttúrulega líka bara ótti annarkvort við að missa vinnuna eða missa æruna, þú veist ekki hvað fólk gerir þér. Eða fjölskylduna. Akkurat, ég meina þú veist, fólk kannski bara fjölskyldu fólk og er samt alveg komið upp í kók, veit af þessu, sér þetta vera að gerast, en það þorir ekki. Líka það að það kom bara stór hópur og ráðist að það og segja að þú sért rasisti. Skilu, sumt fólk hefur bara ekkert beinin í það að þola það. Nei. Það vill það bara ekki. Og það er líka þessi mynd sem við höfum í samfélaginu þetta, þú veist, og það er ennþá rosalega sterkt í fólki þó að menn segja að þetta vók sé búið, sko, þetta æðra siðferði hjá þeim sem eru basically ósammála okkur allt. Og þá náttúrulega eðli málsins samkvæmt, þá eru við í ykkur svona lægra siðferði og það sem við erum að segja er bara fyrir eiginlega allir fjölmiðla elitunni og mennta- og menningarelitunni er bara, þú veist, þú rauninni, þú mátt ekki segja, þú ert síðri, þú ert einhvers sko bara undermenns fyrir að segja þetta og svo er hérna það oft verið að gaggrina menn fyrir að vera eitthvað nafnlausir, til eins og X-inu og eitthvað svona og ég ger það ekki en ég sé bara, þú veist, þetta er 100% skiljanlegt. Þetta er nefnilega skiljanlegt, af því að fólk að þessi segi, þú veist, þú ert ekki einn. Þú átt kannski fjölskyldu, eða ég meina yfirleitt áttu fjölskyldu, hvort þú átt konu og börn eða stór fjölskyldu eða hvað það er og það bara vill ekki láta stimpla sér og það vill ekki, þú veist, það vill ekki synda móti straumnum, það vill ekki fá það á sig, þú veist, og ég skil það ótrúlega vel, en þú veist, allavega eins og mér, þá var þetta bara svona, býtu, en mér líður svona, ég sé þetta og ég ætla bara að segja það upphátt. Ég hef hverju hef ég að tapa, skilur ég, þú veist, þú deitt líf, allar að vera bara alltaf í 9 fötum keisarans, skilur ég, að þú ekki að segja hlutina eins og þeir eru eða taka bara þátt að því allir gera það, skilur ég, þetta er bara svona og það borgar sig ekkert að segja neitt, skilur ég, það voru bara útskúfaður, ok, so be it. Já, algjörlega og ég reyndar trúi því og ég náttúrulega skrifa svolítið að ég verið að lesa svolítið eftir Kierkegaard og hann talar rosalega mikið sannleikan sem einhvers konar persónulegt atriði og þú trúir því að eitthvað sé rétt, þú hefur einhverja persónulega sannfæringu. Akkurat. Og það að standa með henni gagnvart heiminum, jáfnvel þú sért bara einn, jáfnvel þú bara sért og hann talar í þessu samhengi talar mikið föstudaginn langa þegar Jesú fer á krossin, þú veist, hann er sannleikurinn og er krossfestur fyrir að vera sannleikurinn af sama fólki og fagna honum nokkur dögum áður og sem er krátið, sko, það er múurinn tók á móti Jesú á Pálmasunnudegi, fagna honum segir hei sanna svona Davís, blessaður sem sá sem kemur nafni drottins og nokkur dögum setna þá kallaður eftir því að hann sé krossfestur af því að það var fólk komið inn í múin sem fræðimennir voru að grafa undan sannleikanum og náðu að hafa áhrif á menn og náðu að snúa krátinu múginum gegn honum. Þetta er rosalega mikilvægt dæmisaga sem að kristnir menn og bara eiginlega jafnvel þú sért ekki kristinn, fari ekki á mis við þetta að persónuleg ábyrgð, hún hvarf þarna, það var engin líka þeir komu og tók honum fagnandi sem múurinn að það var svo múurinn líka sem að hrækta á hann og baðum hann krossfestan og vildi fá Barabbas lausan. Af hverju vildu við fá morðingjar í staðin fyrir mannin sem var að segja sannleikan, sem var sannleikurinn. Og þessi trúarganga kristinna manna finnst mér verið eitthvað sem margir fara á misvið. Að þetta er í rauninni, kristin trú snýst rosalega mikið þetta og ef þú skoðar sko bara tjáningafrelsið á vestrænum löndum, að þá voru þetta kristnir hvítir menn svo kristnir nationalistar
sem að fengu nóg, sem börðust fyrir tjáningafrelsinu, sem hugsaðu bara hvað, ég ætla bara að fara og þjást fyrir það sem ég trúi á, og þetta er til dæmis bara saga Bandaríkjanna, hvernig Bandaríkjanna voru stofnuð. Þetta voru bara hvítir kristnir menn sem ákvað að standa með sinni sannfæringu gegn einhverjum ofuröflum sem voru að reyna að þagga niður í þeim. En það vantar þetta í menn að jafnvel þó að þeir séu sammála okkur eða hafi einhverja, skiptir ekki máli þú sammála mér, en þú hefur einhverja persónulega sannfæringu að eitthvað sé rangt, eða eitthvað sé eða eitthvað sé í gangi sem er ekki í lagi og þú hugsar að það gæti farið gegn þessum æsta múgi sem að ræðist á alla einstaklinga sem að fara gegnum að þú veist, að prófa að kýla á það því það að standa með eigin sannfæringu gagnvart heiminum, það er stórkostlegt og þú kynnist því hver þú ert og þú fara að komast að því hver þú ert sem manneskja þegar þú ferði gegnum þetta ferli og þetta að fara gegnum þetta kendi mér persónulega mjög mikið bara í minni göngu og og Já, ég meina þú veist, já það er náttúrulega, eins og ég segi, sumir vilja bara halda friðinn, skilja. Það er auðveldara að bara þegja og vera bara, þú veist, ekki taka þátt hjá hvorugu, eða þú veist, vera bara súkulega á milli eða eitthvað. En, sko, fólk þarf að hafa ólíka skoðanir. Algjörlega. Og geta tjáð sig. Já. Og tala bara út frá sjálfu sér og sínum gildum og hvaða sér, skilur, þetta þarf ekki að vera eitthvað djúpt. Já. Bara heyrðu, þetta er það sem ég sé og ég ætla bara að segja það upp átt. Ég sé þetta og þetta er mín skoðun, skilur. Ég meina, þú ert ekki sammála mér, ok, það er allt í lagi. En þú þarft heldur ekki að ráðast á mig og nýða mig sem personu fyrir að vera ekki sammálaður. Það er líka, og það er það sem ég er svo skrítið, sko. Allt þetta svokallega góða fólk, það er rosalega gott í því að nýða þig. Já. Ef þú ert ekki sammálaði. Ekki er ég að nýða það, þó ég sé ekki sammálaði. Ég get kannski, þú veist, sagt eitthvað og kom með eitthvað komment, en ég er ekki að, þú veist, nýðast það í persónulega. Nei, og ég meina þau vilja við missum vinnuna. Þau vilja að við missum fjölskylduna. Já, ég meina, hefur það ekki gerst? Skilur? Það hefur bara gerst margoft, sko. Og vilja að við missum fjölskylduna, vilja að, þú veist, þau vilja búa til einhvers konar víti til varnar. Ég tók alveg eftir því, sko, þegar fjölmiðlarnir byrjuðu að ráðast á mig, sko, að planið hjá þeim var að gera mig að eitthvað svona víti til varnar. Þessi menni á Heimildinni, Morgunblaðinu og Vísi, að það bara eitthvað svona, nú ætlum við að búa til svona dæmi úr Sverri. Þess að við ætlum bara að sýna að þú getur ekki farið og sagt þetta. En málið er bara ég virka ekki, ég bakka ekki. En þú veist, og það er alltaf planið þegar að menn, sko, að fjölmiðlarnir virka eins og hundur fyrir æsta múgin að fólk vill ekki viðurkenna það. En það er rosalega mikið af fólki sem að vill taka svona einstaklinga sem fara og tjá sig eftir sinni sannfæringu og bara taka það út. Fullt af fólki sem er bara þannig sem að er svo fast í eigin fjötrum og þorir ekki að segja það sem því finnst og það horfir öfundar augum á þá sem að raunverulega gera það sem þora að standa með eigin sannfæringu en það sem að þetta fólk og þessi hópur fekk þegar fjölmiðlarnir komu var að þeir fengu svona ákveðin svona hund til þess að ráðast á og taka út þessar menn og þetta levelar út sko alla í umræðinni sem eru faktist að segja eitthvað áhugavert. Það er tilgangurinn með þessu og svo fyndið sko að þegar fjölmiðlarnir fara aðeins overbord í þessu, þegar gera mikið þá fer sami æsti múurinn sko ræðist og þykist vera rosa brjálað út í fjölmiðlarna sko eins og í Lúkasamálinu veist, sama krát og vildi fá hann krossfestan, fór svo bara það helst fjölmiðlarnir þetta er hundurinn ykkar sem þið siguð á gaurinn, þið vildu blóð en svo þú veist, þú gengur á langt og það er bara, nei, hvað hund, það er að lóa hundinum. Akkurat. Sama fólk. Við ætlum að fara í komment eftir augnablik. Ég myndi eftir því þegar við vorum að ræða þetta með óútfyllta tékkan sem Eva talaði um og það var það að hún hlétísk skrifaði frábæra greina sem hún er að benda á túlkaþjónustuna sem er gullnáma fyrir, þú veist, bara hann Baldur Borgþórs sagði einhvern tíma frá því að hann hefði átt samtal við mann í Valhöll, ég ætla að segja frá þessari sögunni mjög skemmtileg og
var að segja honum hvað túlkaþjónustan væri að hala inn og sá aðili, hann sagði þetta er verið aðili úr viðskiptalífinu, hann bara nei, þú lýgur þessu og viku seinna hittist þau svo aftur og þá hafi sá aðili, herðu, ég kom á athugaði, sjáðu, þetta er bara fáránlegt, hvað er að gerast þetta í þessari túlkaþjónustu? Valdi bara, já, ef við ekki að reyna að stoppa þetta? Nei, ég stopnaði túlkaþjónustu. Akkurat. Þessi maður og en það er engin tímatakmörk á því, þú átt rétt á túlkaþjónustu fyrir allt saman og það er engin tímatakmörk á því hvað þú átt rétt á því lengi. Það voru við erum að tala hundruðir milljóna sem hafa farið í túlkaþjónustur meðan að það var verið að monta sig af því fyrir ekkert löngu síðan að félag heyrnarlausra Íslendinga, þeir náðu að safna einhverjus 500-600.000 til að standa undir einhverju svona svipuðu. Þannig að það er ekkert skrítið að fólk sé reitt þegar þú ert að horfa upp á aðila að fá meira heldur þannig sem þú ert að fá sem innfættur. Við ætlum að koma aðeins inn á það síðar en ég gæti ekki verið meira sammála því sem þú varst að segja, Sverrir, rétt á þann þetta með að þú veist ekkit úr hverju þú ert gerður fyrir nú lendir í þessu og þarft að þess að gangi gegnum þetta og ég er alltaf að hvetja, ég fæ skilaboð frá félögum mínum og ef þeir eru að horfa þá viti alveg hverju þið eruð. Þeir þora ekki að læka þeir þora að læka á X eftir þeir tóku út að sé hægt að sjá hverju læka hjá þeir. Þoraði ekki á Facebook. Nei, út af því að fólk það er fólk að núti, ég veit að það er fólk að núti sem gerir það gaggjart að fara að kíkja á hverju læka hvað, sko, til þess að geti reynilega bara tekið niður, þú lækaði þetta, þú veist. Frábær saga úr kosningabaráttunni þegar að var ekki Líf Magniðdóttir eða eitthvað sem hafði lækað eitthvað og fekk skilaboð frá Alessandru Bríum bara, ég sagði þú lækaðir þetta bara, hugsaði löggan mætt á svæði. Pældi í því að Alessandra Brím hafi verið að fylgjast með því hvað hún hafi lækað. Þetta er líka svo mikilvægt fyrir okkur að vera meðvitið þegar við pælum í því sko, hversu mikil stuðningur fyrir málstæðan og whatever, að það er svo mikil félagsleg pressa og þetta er, þú veist, þeir eru með allar sem fjölmiðla á móti okkur, að það kostar menn bara fyrir sem er stiðið okkur málstæða ít á læknabinn, þannig að það er mögulega það er alltaf góðu möguleiki á þessi stórkostlegt vanmat á hversu mikil stuðningur er við okkar málstað en það sem alltaf þarf að gerast er bara menn þurfa að fara og tala fyrir honum. Bara vera óhrætt. Já, og ég er einmitt alltaf taka undir það sem Eva sagði að fólk vil halda friðinn en ég vil að fólk hugsi aðeins af hverju ef að þú ert ekki á þessari skoðun, þessum ríkis samþyktu skoðunum myndi ég kalla. Af hverju er það þitt hlutverk að halda friðinn en ekki þeirra sem að ég til dæmis hef alveg lent í vinahópum sem að og er í vinahópum sem eru nokkuð mikið vók en sem betur fyrir þá getur þetta fólk verið ósammála mér á þess að við séum ekki bara að þess að djöfla við mig og við erum með þá vinnir en það er ætlast til að þegar þau byrja að ræða ákveðna hluti þá sé ég ekkert að skjóta inn í mínum skoðunum sko af því að það gæti bara eðilega stemminguna. Þeim finnst sjálfsagt að þeirra skoðanir fái bara fljóta og ég ekkert að vera að trufla þrátt fyrir að þú veist mína skoðanir sé alveg jafn gildar sko þannig að ég bara vil hvetja fólk til að vera ekkert að pæli að halda þennan frið ef að aðrir eru óhrættir við að ganga á þínar skoðanir fyrir fram að þig. Þá átt þú ekkert að þurfa að halda kjafti. Það er ekkert að halda friðinn, það er að vera gólfmóta. Ég er þar sko. Nákvæmlega þetta atriði er líka annað sko sem gefur til kynna að það sé mögulegt ofmat hjá þeim á hversu margir eru sammálaðum af því að þetta er bara, þú veist, það bara nennir enginn að vera ósammálaðum þegar þeir fara bara mjög mikið að grenja og vanmat í okkar hóp hversu margir eru sammála okkur af því að það bara er ekkert allir til í að þjást alltaf skilur þú nennir ekkert á vinnustöðum og eitthvað svona. Akkurat. Þú getur líka bara mist vinnuna. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að taka til greina. Ég veit það, en ég minna, svo kemur, þú veist, maður svo Snorri sem stígur fram, örugglega svona stjórnmálamaður sem hefur fengið hvað mest athygli og segir bara, þú veist, sannleikann, eins og hann sér hann. Já. Ég meina eins og viðtalið þarna við hana heitir hún ekki Þorbjörgu þáttarins. Þetta var náttúrulega bara, þú veist, bara á ég að ljúga, skiljum við, þú veist. Segir hann þetta, ég meina þetta er bara mín eða þú veist, þetta er bara það sem að ég veit af hverju ætti ég að segja eitthvað annað þú veist, bara þess að þóknast einhverjum og hvað gerist? Jú, hann verður bæði rosalega óvinsæll en jafnframt líka mjög vinsæll það er einhver ástæða fyrir því. Já, það er bara ótrúlegt, mér finnst það ótrúlegt að það sé ekki fleiri sko innan miðflokksins sem bara fatta bara að þú getur keyrt á þessi mál
og bara skapa þér mikla vinsældir. Ég meina, Ég væri til í, bara fyrir ekki ég trubli akkurat þetta, en mér langar einmitt að við förum bara í þetta eftir komment, af því mér finnst þetta, mér langar, það komin tími á þau og þetta svona aðeins svo stór umræða til að ég vilji flýt henni. Sáttu það? algjörlega. Kommentin eru ekki, þetta er rosalega mörg, Þruss segir bara kvöldið, Björnin segir það hefur verið ótrúlega skemmtilegt að fylgjast með Evu, klárlega rísandi stjarna í íslensku stjórnmálum. Sammála. Svo segir hann aftur, þættirni þar sem Sverrir hefur mikið að segja, eru uppáhalds þættirni mínir. Þakka þér fyrir. Svo kemur Spiltur og segir hérna það sem að ég var einmitt að hugsa og ætlaði að kommenta á hann, Sverrir Jacked, er kallinn búin að vera í ykkur átaki eða? Heyrðu, ég var hérna fyrir ári síðan í júní þá fór ég í bíó með vinum mínum og litlu systur hans og ég var fettshameaður í bíóinu og hérna já, ég er búin að missa 20 kíló síðan þá. Já, Ég er búin að missa mikla minnum á það kent og hérna já það eru 20 kíló ég viktaði 90 kíló slétt daginn, það var úr 110. Vel gert. Takk fyrir það og takk fyrir þetta. Að ég, einmitt sko, svo ég kom inn á, ég nefnilega var að posta hérna myndum daginn og var að posta einmitt BMI stuðlinum, þar sem að ég er á línunni með að vera í offitu flokki 2, samkvæmt BMI stuðli. 2? Og já, bara þetta eru 3 flokkar, ég bara er í eldröðu og hérna þráttur að ég hafi nú ekkert mörg kíló til að missa svona held ég, en hérna en ég var mikið fitusmánaður í kjölfarið og menn fór að birta Helgi til dæmis er í mikilli offitu líka samkvæmt þessu eins og við höfum séð, ég held að sé 7 gramma fitu eða eitthvað utan á honum. Þannig að þessi stuðull er helvíti góður, þannig að Já, hann er mjög svona rökréttur stuðull. Hann svona virkar fínt svona í að mæla menn sem eru svona með í svona eðlilega, meðalmannin. Býtu, var það ekki eitthvað frétti með eitthvað daginn hann að þú veist, þú getur verið sko með offitu án þess að vera of feitur. Jú, við þurftum að fara í það líka, það var geðveik umræða eitthvað. Já, það er mjög áhugavert. Ég var alveg til að hafa betur útskýring á því. Það er eitthvað svona kona á RÚV sem er eitthvað svona líkansverðinga kona. Ég hafði ekki séð neitt frá þessu líkansverðinga liði síðan að Ozempic kom út sko. Þetta var bara mjög hressandi að sjá hana. Þetta var svona eins og sjá hérna japansku hermennin á eyjunum svona sem eru svona ennþá í ykkur stríði. Þetta er alltaf, fengum að sjá hana Töru mæta hérna hjá honum Þorsteini Vaffa sem hún sagði að hérna, hún hefði oft lent í ykkur slæmu en þegar landlæknir hafi sagt að þau myndi ekki alltaf taka undir það að offita væri ekki heilsuspillandi að hún bara hafi fengið einhvers konar tráma og þurft bara að hérna ég veit ekki hvort hún talaði meðferðið eitthvað eftir það en hún var verið algjörlega eftir sig út af þeirri en höfum það í huga, við horfum á Sverri núna hann er í geggjuðu formi með risa tits og hérna og þá vitum við það að fitusmánin virkar. Hún virkar? Já. Fætt sem er vin ykkar. Þetta eru skilaboðin sem við ætlum að senda út í samfélaginu núna. Fitusmánin virkar. Algjörlega. Herðu, höldum við áfram að hérna, Benóni segir gott kvöld, svo segir einhver Emil hérna, hei alla Íslandingar, ég forstår ingenting. Þannig að hérna, við bara sem bjóðum honum góða kvöldi held ég. Við vorum að tala þetta væntanlega Svíi. Já, hann hefur heyrt Svítin. Já. Svítjóð. Heia Sverige. Mættum leið. Herðu, Helga Dögg Sverrisdóttir, svo sá miklu meistari, hún hérna hefur verið duglega að skrifa pistla og annað sem að kynjamálin. Hún segir skólastjóra blekkja nemendur, segja fánan merkja fjölbreytileika, mannúð, mannréttindi og annaðið þeim dúr, þá að hjóla í stjórnendur skóla. Já, ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega rétt hjá henni, það er ekki hérna, það er verið að segja fólki að þetta þýði annað. Ég hef séð ótrúlega marga sem að hafa haft eins og þið töluðu haft hvað hæst þetta, þessi mál og gagnrýni á hann. En svo kemur í ljós að þau vita ekki hennar fána. Þetta er mjög skrítið sko. Ég verð líka bara til að fá það á hreint sko, hvað merkir fjölbreytileikin fyrir þessu fólki, hvað er innifallið? Já, alltaf gott að fá skilgreiningar. Nei, það er góða við sko hinsegin framfarafánan, það er alltaf hægt að bæta ykkur við hann sko. Já, vá, svo satt.
Þannig að verður á endan bara einhver svört lítaklassa. Já, þetta verður eitthvað áhugavert sko og það var bara að gera að vera alveg með á nótunum hver lína þýði og hvað túlkana sko. Það var líka svo gott myndbandið af Alexander Brím og einhverju transvingunni. Akkurat. Og þú veist, og mér fannst þetta samt svo dæmigert, ég alltaf að pæla tungumálinu, þú veist, þetta framfarafónin. Hvernig getur þú verið á móti framförum? Og svona, wow, ok, já, make a sense en þá þetta náttúrulega spurning að svona, ok, hver það sem að skilgreinir hvað framfarir eru og það eru bara þau bara ákveðin hópur þannig að þau eru að segja, sko, hvernig basically getur verið á móti og það er bara það sem að þau standa fyrir hverju sinni það sem þau ákveða að séu framfarir hverju sinni. Akkurat, og ég mitt kommentaði undir þetta myndband út af því að það var alveg skauta framhjá HIV-smittum og dánum og eitthvað hörundstökkum, skiljur. Þetta var bara í rauninni framfarafánin, hinsegin og trans og intersex, en svo var ekkert talað neitt meir, sko. Hvítaröndin, svartaröndin, brúnaröndin. Það var alveg aukatriði, sko. En þú heldur það mögulega að þessi að skauta framhjá því sem gæti verið minna vinsælt? Heldur þessi möguleiki? Já, ég meina það er alveg möguleiki. Það er ekki útilokað. Það er ekki útilokað, að það sé bara gert, með ráðu gert, að hafa þetta bara einfalt, svona, fyrir einfalt fólk. Þess vegna kallaði ég þetta annamisfánan. Þú veist, það var pælingin á mér, sko, af því að ég veit að þau skauta framhjá því sem gæti verið óvinsælt, að þú veist, að fara bara öfugt við það. Akkurat. Ekkert minna óheðalegt. Nei, ég minna á þessi spekingur, fánaspekingur, sem að ég veit ekki alveg hvernig við fengið þann starfstitil eða titil, að hún, ég veit ekki hvort það var, talaði bara, sko, þú veist, var með einhverja bók, náttúrulega gaf út bók fánan, skilur, og þú veist, þetta var, ég las eitthvað og það stóð hreinlega að, þú veist, já, HIV-smitaðir, þetta var tekið upp í, þú veist, hvað, Pennsylvania, ekki Pennsylvania, hvað heitir, Philadelphia, þú veist, af því að þar var svo mikið HIV-faraldur, þú veist, þannig að þetta, og sama tíma, þetta er líka sama fólk og er alltaf að tala sko, erlenda orðræðu, það hefði ekki heyrt það, erlend orðræða. Innflutt orðræða, já. Og það er alveg bara, það er mjög neikvætt innflutt orðræða, en á sama tíma geta þau sko komið með innflutta orðræðu eða staðreyndir eða sem koma okkur ekkit við, þannig séð, skilur við, þú veist, ég veit ekki til þess að hafa verið HIV-faraldur á Íslandi og fólk hafi dáið í hrönnum, sko. Það var eitt og réttinda bara þetta svartra hefur ekkert verið mikilvægt á Íslandi svona í gamla daga. Nei, þannig að þetta er svona, maður alveg, ok, þú veist, þegar það hendar, þá er innflutt orðræða í lagi, en annars ekki. Það var svona lítill mini-faraldur, HIV-faraldur, það var einn flóttamaður sem var held ég frá Vestur Afríku sem smitaði held ég einhverjum 30 konur í HIV. Það var rosalega. Sko, lyfjakostnaðurinn bara til þess að medikera þá sem að hann hefur smitað eru bara frá endi ykkur miljörðum. Já. Tótal. Þetta er rosalega dýr lyf. Hann vissi víst af því að hann væri með þetta. Já, var það ekki þannig að hann skildi eftir miða eða skrifaði eða eitthvað, eitthvað ráma mitt, þetta er svolítið langt síðan. Mikið er hann svolítið almennilegur að láta vita. Ég veit það, svona bara, hei, þú ert komið með HIV. Hann fær klálega punkt fyrir að láta vita, en við hljótum að draga allavega hálfan á hann fyrir að láta vita eftir á. Þetta hefur verið mikið í kvennagull. Mjög, sko. Mjög. Hann hefur greinilega riðið allan daginn. Exotískur maður. Ég ætla að klára kommentin. Það er greiti einn. Það er Bright Black Grouse. Hann gefur okkur $5 og segir ég er bara því Sverrir Helga er. Afsakið þið hinn, þið eru líka ágætt. Ágætt? Já, við hljótum að skilja það. Ég meina, ég hafði nú samband við Sverri bara því hann er augkonfekt. Ekki erum við út af heilanum í honum, sko. Nei, mitt. Þetta er svona alltaf að trekkja að dömurnar. Já, er það? Er það að reyna að ná upp svona kvenna áhorfi? Heyrðu, það er nú satt bara er það ekki bara 20-30%? Jú, það er ótrúlega stór hópur af áhorfundurum okkar sem eru konur nefnilega. Ég held að þetta væri bara svona 90-95% kallar. Ég held sko að konur eru oft fyrir til að vakna. Já.
þegar þær vakna þá held ég sko Þá vakna þær. Já, Það eru fljótar að taka þetta, þetta upp, sko. ég ætla að spyrja þig að þessu bara eftir, þetta eru nokkur komments ég ætla að klára, tökum svo akkurat þetta, ég er mjög áhugaður þetta, herðu, Benóni segir, fjölmenning er ómenning, meiri afhausanir takk, og segir svo, ég heiti strák í dag sem talaði reybrendi íslensku og pólsku og ég spurði hann, ertu íslendingur eða pólveri? Og hann svaraði, pólveri, hann hefur búin hér síðan að var 3 ára. Ég hef mitt mikið út af þetta að segja, dóttir mín fæðist á Spáni, hún er orðin 5 ára, og hún er íslending, skilur við, vegna þess að hennar rætur ef allt færi til fjandans, ef að Ísland og Spánni væri að spila fótbolta eða væri stríð milli Íslands og Spánar, þá er alveg klárt að hennar rætur liggja til Íslands. Það er engin vafa á því. Þarna lít ég á að munurinn kom í ljós, sko. Já. Hvernig þú skilgrinni. Já. Það sjáðu til dæmis Emin, hann sem kom til okkar, hann, þú veist, foreldrar hans koma frá Albaníu, þú veist, hann er fæðist á Íslandi og hann lítur á sig sem, þú veist, 100% Íslanding og þegar Emin kemur að lítur á sig sem Íslanding og ég er alveg sammála því eins og við rættum bara í þættunum með honum. Hann, þú veist, rætur hans er á Íslandi, hann tekur afstöðu með Íslandi, hann er með íslenska fánan þegar hann er að rústa mönnum í boxi og annað. Þú veist, mér finnst þetta skipta rosalega miklu máli. Herðu, svo er það er aldeilis verið að gera eld að víti til varnaðar, lögsóttur fyrir að tjá sig, það er ekkert grín fyrir hvert sem er að lenda í dómsmáli fjárhagslega. Já. Var ekki Ég er alveg til í að ræða þetta aðeins betur eftir smá stund líka. Hrafnetta, okkar allra besta, segir þau beita ofbeldi, þetta er þegar við vorum að tala að það geti ekki allir staðið í þessu, þau beita ofbeldi og það er ekki allir sem þola að vera beittir ofbeldi. Nei, það er alveg rétt líka. Sverrir verður forseti Íslands í framtíðinni og Glundróðin segir svo góðan daginn. Svo segir Bjarki reyndar endalaust mannekla hjá Björkastinu, er ekki komið tíminn til að ráða nokkra sómala til að fylla upp í þáttinn? Jú. Hvað segir það Sverrir? Kannski tala við einhvern á hliðarlínunni. Farið í samstarf við Volt. Vantar fjölmenningu í þáttinn? Já, það er, sárlega. Eða þú veist, það er allavega ákall um það, við getum kannski fengið ykkur Volt sem til. Ég held við getum alveg, ef þeir leggja nóg inn á og borga nóg í Supercharts, þá erum við alveg til í að ráða eitthvað á algjöru lágmannslaunum til að sitja þarna bara og hlusta. Sá þarf ekkert að tjá sig, bara fylla stól. Ok. Þetta er góð. Það er áhugavert, já. Er það ekki? Það getur verið áhugavert. En ef þetta er sem þú sagðir með þetta konur fyrir til að vakna, maður tekur oft eftir þessu og þetta sem við varst að tala þegar þú fékkst nóg og annað, maður tekur eftir því að þær konur sem á annað borð byrja að sjá í gegnum allt saman og þetta er svona hlutur bara, þegar þú ert búin að sjá það, þá getur ekki unsee it, sem maður segir. Já. Maður tekur oft að þær konur verða oft helvíti miklir skörungar þegar kemur að þessari umræðu. Já, sko, ef annað borð þú, já, svona þær eru kannski eiga auðveldara með að, já, bara stíga fram og tala hreint og beint og undir nafni, held ég. Held að það eru auðveldara með það, heldur en kannski kallmenn. Ég held, þú veist, þetta er kannski stærri þröskuldur núna sem maður náttúrulega minnkar alltaf eftir því sem fleiri stíga fram og það er þessi fyrirstjórnunar en mér finnst líka eitt er eins og það var mjög áhugavert að fylgjast með Sólveigu Önnu að hún byrjaði bara eitthvað svona aðeins að tjá sig utan þess að samþykta liberal ramma og maður sá bara svona að þau voru alltaf að fara ítenni lengra og lengra og ég held að þessi margir sem byrja bara að tjá sig svona aðeins útfyrir, bara svona aðeins að setja spurningamerki og lendi í því að það er bara svolítið ráðist, bara farið persónulega og emitt þau stimpluð, þú ert eitthvað fyrir vikið og þetta, þú veist, ég held að þetta sé, þau hugsa bara hvað, við erum að ná þeim aftur yfir, en þetta er náttúrulega ítir mönnum bara yfir, það forherðast allir, það er eitthvað, þú hefur eitthvað persónulega sannfæringu, byrjar að tjáðu út frá henni, byrjar fólk eitthvað að ráðast á þig fyrir það og segja þau sért vondu fyrir það. Þetta náttúrulega bara forherðir þig. Annarkvort forherðir það þig og þú bara heldur áfram eða þá að fólk fer í baklás og bara dreif sig í hlé. En ég hef reyndar ekki séð neitt sem hefur dreifið sig í hlé ef hann hefur annað borð tjáð sig. Og ég held líka að þetta sé að einhverju leyti styrkleiki og líka fyrir miðflokkin gæti verið það ef það er nógu vel valið í stöður þar
að þú þarft að fara í gegnum ákveðna eldskýr til þess að geta farið og tjáði að það veljast í rauninni sjálfkrafa harðari menn og konur í þetta allt saman. Akkurát. Og það, þú veist, menn eru búnir áður en þeir fara í þetta að greiða ákveðin kostnað bara með því að tjá sig og ég held að þetta veldur því að það eru allavega meiri líkur á því að það séu menn í þessum stöðum sem hafa svona ákveðið integrity en þó að það sé kannski ekki algilt. Nei, og það er einmitt þetta sko að þú segir að hérna var þetta miðflokkin að sko ferði í miðflokkin til að vera vinsæll. Það er ekki, þú veist, ég held að það sé ekki, þú sér það ekki þannig. Þú ferði í miðflokkin. Nei. Af því að miðflokkurinn er svona yfirhöfuð óvinsæll hjá mjög stórum hóp út af einmitt hvernig miðflokkurinn hefur talað og þá er ég ekki að segja hann hafi talað eitthvað illa gegn einhverju, heldur bara einmitt bara sagt sannleikan. Ég meina bara vilja tala hlutin eins og þeir eru. Þannig að þú veist, þú ert ekki að fara í þann flokk til að öðlast einhverja vinsældir per se. Skilur þú, ekki ef þú vilt vera svona mainstream vinsæll bara. Nei. Ekki ef þú vilt vera óumdeildur. Sérstaklega ekki. Akkurat. Algjörlega. Og hérna... Segir, fyrir ekki þessar... Nei, hann segir, Benóni segir ég er ósammála, konur eru almennt meðvirkari, ég ætla að koma svolítið inn á það, ég er sammála, mér finnst konur almennt vera meðvirkari, en mér finnst einhvern veginn eins og þegar konur eru búnar að setja hælinn niður og svona, þá er erfið að þú veist, það kemur svona mamma bear instinct, sko, sérstaklega ef þetta eru mæður finnst mér oft, sko, það er að sjá hlutina á leiðinni, vondri leið fyrir börnin, þá finnst mér oft koma svona, þú veist, rosalega sterkt baráttu eðli upp í þeim þegar undir þeim kringustæðum eru þið ósammála því? Nei, í raunin er ég ekkit ósammála það er alveg rétt hjá þér ef maður lítur á þannig en bara einmitt þetta að ef að kona stígur fram þá einhvern veginn fer hún alla leið finnst mér, þú veist það er fullt af flottum konum sem eru að þú veist, ófeimnar við að tjá sig og segja sína skoðanir og bakka ekkert og sama hvað er reynt sko en jú þetta er líklega rétt að hérna kannski mikið af konum hérna er ekki tilbúnar að hérna hvað ég segja setja sig á þann stað að verða fyrir ykkur aðkasti sko. Það eru líka raunverulegar afleiðingar, konur eru meira í því að einmitt svona beita félagslegu og svona andlegu ofbeldi á það sem fara gegn svona hópnum eru hérna, hefur þú orðið fyrir ykkur svoleiðis, hefur þú séð einhver að verða fyrir svoleiðis frá svona hópum? Nei, ég meina nei, raunin ekki, ég veit það ekki ég kannski reyna að taka bara ekkert eftir skilur, ég hérna er nokkuð góð í því, en eins og fyrst þegar ég byrjaði kannski að koma með athugasemdir eitthvað svona í kommentarkerfinu þá hérna, þú veist, var bara fólk svona heyksla sko, að hérna trúði ekki ég væri bara for real, að ég væri bara einhver gerfi aðgangur og það var að hafa fyrir sko að fara inn á síðuna mín og skoða þess að sjá hvort ég væri manneskja mér finnst það bara fyndið ok, þarf ég að vera gerfi að því ég sagði þetta, ok frábært, þannig að ég má bara ekki hafa þessa skoðun, þá er eitthvað að mér en, já og þetta er samt að ykkur leiti, það finnst mér þetta að vera rational út af afleiðingunum sem að eru samt óraunverulegar að ykkur leiti en ímyndum afleiðingum af því að tjá sig gegn þessu og ég tala rosalega mikið það var náinn fjölskyldumeðlumur sem að senda á mig sko þegar það var frétt að ég hafi haldið einhverja ræðið þarna sko ég hafi verið að kalla þarna fána þarna alnæmisfánan og hérna þessi fjölskyldumeðlumur segir við mig hérna, ertu búin að missa vitið og ég var bara svona að byrja ok, þetta er ég er svo áhugað á því að greina hluti sko og bara svona held að ég væri búin að missa vitið af því ég var að gera grín af inngildandi framfarafánunum bara við erum komin á þann stað sem er samfélag að þeir sem gera grín af þessu trúartákni og ég hugsaði bara svona þú veist, sambærlegt væri bara að ég hefði farið inn í sko Skálholtskirkju á 18. öld og skitið á altarið þú veist, þetta var bara að skýta út eitthvað svo trúartákn mér fannst þetta svo áhugavert og mér finnst það ennþá Ég er samt ekkert ég er vissum að sko fólki þitt kannski, þú veist, ég bara geta mig til en þú veist,
það er þetta orð, alnæmisfáninn, þú veist, og það kannski hreinlega veit ekki af hverju þú sagðir alnæmisfáninn. Svo algjörlega. Og skilur. Sem er rétt, sko. Já, og það er bara, ertu búin að missa vitið? Hvað varst að segja, skilur, þú veist, af því að það hefur ekkert heyrt. Heyrðu, já, það er rönd í fánanum sem er fyrir alnæmismita. En þú veist, svo eru þau líka, þú veist, menn er alveg fyrir svona fjölskyldan, þau eru alveg vöndi hvernig ég er, sko, ég hef alltaf verið svona og þó ég hef ekki alltaf verið eitthvað tjá svona, en ég hef alltaf verið svona ögra og verið að gera grín af og eitthvað svona bara öllu og öllum og svona verið með svona beittan svona kaldæðin húmor og svona, og ég hef alltaf trúið að það megi gera grín af öllu, þannig að mér fannst þetta vókdæmi algjör viðbjöður að svona, má ekki gera grín af eitthvað svona bara Já, ég er fullkomlega sammálaðir. Ég er nefnilega líka svona mjög kaldæðin með mjög svartan húmor, þú veist, og þetta mátti áður fyrir, sko, og svo upplifði maður sig, sko, ef maður sagði eitthvað þó það væri bara, þú veist, allra nánustu. Já. Að maður fekk bara svona þú veist, sagður þetta og ég áttaði mikið á því að það hefði bara svona mikið, þú veist, breyst, skilur að þetta væri bara ekki liðið. Ég er með ákveðna kenningu varandi þetta, af því að málið er að þessi woke-liberalismi, hann er byggður á lygi og það sem að húmor gerir og svona svartur húmor, að hann afhjúpar sannleika, að þú ert að afhjúpa sannleika, það, þú veist, eins og þú veist að hlæja eitthvað svona stereotypu. Stereotypan er ekki fyndin nema að sé eitthvað svona sannleikur í henni og að fara einhvern veginn að ráðast gegn þessu elementi og fara bara í eitthvað svona hei, þetta er ekki fyndið. Maður svona kynntist eitthvað svona gaurum, sko, sem mér finnst ógeðslega fyndið. Mér finnst kallfeminist að vera bara besta sem ég veit sko. Og ég man eftir svona gaurar sem ég var í kringum, sko, sem er alveg hættur þessu núna, sko, að þetta er ekki töff lengur, sem voru eitthvað svona með eitthvað svona kallarembu brandara, sko, og bara hei, þetta er ekki fyndið eitthvað bara, þú veist, þetta er svona bara svona eitthvað sexismi, skilur, og sem að mér finnst bæðið að vera bara heilbrigður. Ég held að sexismi í kallmönnum og konum sé bara heilbrigt og ég held að sé ekki gott að bæla það niður. En þú veist, í öllum tilfellum þá er hlátur, þú veist, hlátur er náttúrulegt viðbragð og náttúrulegt viðbragð við eitthvað svona sannleika, það er verið að eitthvað svona afhjúpun. Þannig að ef þú ert að berjast gegn húmor og gríni yfir eitthvað, þá ertu alltaf að reyna að hilma yfir eitthvað. Þú vilt ekki að eitthvað sé ekki afhjúpað. Og þú veist, bara, við fengum bara, þú veist, við verðum bara svona 5+ ár af bara ömurlegu gríni, þú veist, áramótaskaupið, það var svona fyrst alltaf lagi núna. Akkurat, fyrst sem langa tíma. Já, sem þetta var bara fínt, sko. Já, sammála. Ég var með, var líka pæli í þessu, mér finnst kannski ekki gott að spyrja þú út í þetta, sko, að þú ert kona, að ég held að sexismi, eins og segja, ég held að sé gott fyrir menn að vera pínu kallarembur og ég held að sé ekki gott að bæla niður þú veist, eitthvað svona sexisma nýja neitt annað, skilur, þú veist, þetta er bara freudian atriði, allt þú bæli niður og allt þú svona, reyna að vera ekki, þú finnur að ert í eðlinu og reyna að vera eitthvað bara góður, bara eitthvað svona, það komið árið 2026, eitthvað, við erum ekki að gera grína og eitthvað, konur get ekki lagt í stæði, bara eitthvað, þetta er saklust, skilur, og svo ertu líka, þú veist, að þú ert sem einstaklingur að taka þessu nærriðir, þú veist, bara geta grip, skilur, og líka í hináttina, en ég held að þetta, ef þetta er, þú veist, í þeim tilfellum sem þetta er ekki bara eitthvað svona kvennhatur eða karlhatur, sem er held ég bara svona 95% tilfella, það eru bara eitthvað svona sexistar eða karlrembur eða kvennrembur eða votur, þú veist, bara getur verið bara Helga Braga, þú veist, verið dæmum, þú veist, eins og hún var, sko, að þetta er ekkert byggt af einhverju hatri. Þetta er bara eitthvað svona grín sem byggt á stereotypum og eins og ég segi, stereotypur, ef stereotypa er ekki byggð á neinu, er hún ekki fyndin. Það verður að vera eitthvað svona sannleikskortin í henni og það vita allir bara eitthvað svona, þú veist, að þú gerir grína, bara konu get ekki lagt í stæði, bara hei, fullt af konu sem geta lagt í stæði, bara, þú veist, að vita það allir, sko, og þú þarft í rauninni að vera bara einhverfur eða eitthvað heimskur til þess að fatta ekki núansinn í þessu. Ég skil hvað það frá. Ég veit ekki, feminismi, ég hefur aldrei skilið hvað í hann felst. Ef ég vera alveg hreinskilin. Þú veist, vill ég jafnrétti? Já, jú, ég vill jafnrétti. En er ég ykkur feministi? Ég myndi ekki túlka mig þannig, skilju. En ef maður segir það, þá verður allt vitlaust,
skilur, þú ert feministi. Af hverju heldur það Af því að það segir, viltu jafnrétti? Jú, ég vil jafnrétti. Þá ertu feministi. Nei, ég er ekki sammála, ég er jafnrétti sinni, en ég vil ekki láta túlka mig sem feminista eins og hann er túlkaður, eins og maður sér hann túlkaðan. Þú veist. En af hverju heldur þú þessi pressa hjá þessu fólki að allir verði með? Ég veit ekki, þetta er orðið eins og einhver trú bara. Algjörlega? Já, þetta er nefnilega orðið eins og ákveðin trúabröð. Við fórum að fá annað greitt kommentin aftur frá Bright Black Grau sem segir þessi Eva er alveg epísk. Sammála. Við tökum undir það og því að þetta er greitt komment þá lesum við það bara strax. En það er með feminisman, mér finnst þetta að vera svo áhugavert vegna þess að það er meira að segja í þeim löndum sem eru feminískust, þá er ekki nema svona 1/4 til 1/3 af konum sem að skilgreina sig sem feminista þrátt fyrir að nánast, það sé bara tölfræðilega bara nánast enginn sem að sé ekki fylgjandi jafnrétti í þessum löndum. Akkurat. En þetta orð er bara orðið svolítið eitrað vegna þess að þetta orð snýst ekki lengur jafnrétti, þetta er málstaður, þetta er hreyfing, pólitísk hreyfing. Akkurat. Og það er bara að reyna að fá það er að reyna að fá sem flesta til að játa þeir séu partur af því til að þessi hreyfing öðlist meiri kraft. Já. En þetta er líka áframhaldandi ef við tölum þessa sjálfsmyndar pólitík sem er í gangi. Það snýst alltaf, og þetta er líka í hináttinni, getur verið jákvæð, þú verður að vera eitthvað, þú verður að vera feministi og þetta snýst, finnst mér oft árás gegn einstaklingum, af því að ef þú ert feministi eða ef þú getur líka verið bara í hináttina, ef þú ert hægri maður eða bara kristinn eða múslimi, það er svo auðvelt fyrir fólk að týna sér í þessu identity eða í þessari sjálfsmynd sem er byggð á því að þú sér partur af einhverjum hópi og þá einhvern veginn týnustu sem einstaklingur í krátinu og þú kemst aldrei að því raun og veru hver þú ert. Akkurat, þú þarf bara að hafa sömu skoðanir á hópurinn þinn. Og þetta er þessi stórkostlega hætta í að bara búa í mannlegu samfélagi og þetta hæsta form ángistar að komast aldrei að því hver þú ert sem einstaklingur sem er svo hræðilegt og af því að þú getur svo faktist farið í gegnum allt lífið og verið temmilega hamingjusamur en aldrei komist að þessu en það að komast að þessu er það besta sem getur gert af því þar getur stigið inn í ákveði frelsi. Já, og líka bara einhvern veginn, af hverju má maður ekki efast? Af hverju þarf maður að taka öllu sem er sagt frá einhverjum hópum sem heilugum sannleika? Af hverju má ég ekki efast eitthvað sem þú segir? Sannleikurinn, hann elskar að láta efast sig. Það er bara, hann elskar ljósið. Þú veist, hann vill að menn sé að spyrja spurninga. Ég held það, en það verðist vera eitthvað dónalegt að spyrja spurning í dag, það má ekki. Og sérstaklega þú spyrir, en af hverju er þetta svona? Þú veist, þá ertu bara með kjaft. Eða vesen. Vegna þess að þetta er svona eins og, þetta er orðið svona net, þeir mun meira sig að horfir, þeir mun meiri gött sérða alltaf í þessum málstað og svona sem þessar pólitísku hreyfingar eru með. Helstu rökin sem að ég sé, og ég sé þetta mjög mikið og það er verið að tala um þau skefur spurningir, en finnst þér að konur eiga að hafa réttindi til jafnsög kallmenn? Já. Og þá kemur spurningi að þá ertu feministi. Þá segja, ok, vilt þú að menn sé ekki þrælar? Ok, þá ertu sjálfstæðismaður. Þú getur notað þetta endalaust þetta ruggi með að ef þú ert á ákveðinni skoðun, þá fallir undir eitthvað eitt hreyfing sem og fallir undir eina skilgreiningu sem einhver ein hreyfing sem er rampólitísk hefur tekið sér einhvern engarétt á. Þetta virkar ekkert svoleiðis, þetta er bara algjört kjaftaði. Þetta er líka svo mikil intellektualeti finnst mér að þurfa eitthvað bara eitthvað, já, ert þú þetta þá, eða þú veist, stiður þú þetta þá ert þú þetta og þá get ég sem manneski einhvern veginn flokkaði og átta mig á því hvort þú sért góð eða vond í staðin fyrir einhvern veginn bara hver er þú sem einstakling, hvað stendur fyrir að sleppa því bara, já, þá ert þú presbyterian eða bara hvað sem þú ert pesketerian bara whatever, bara en þetta er held ég leti í fólki og mér finnst þetta að vera skortur og forvitni fyrir manneskjunni sem stendur fyrir fram að þig og er einstaklingur og þú veist, og hefur bara sína fortíð og eitthvað svona að þurfa eitthvað að taka hann og smækka hann og setja hann í eitthvað svona box og mér finnst þessi tilhneiging til þess að gera þetta verða alltaf meiri og meiri og hún er að ég held að því við erum að flytja inn þessa bandarísku sjálfsmyndapólitík
innfluttu orðræðu þú veist, bara allir einhvern veginn í henni, þú veist, ég greip mér finnst Andri Snær til dæmis vera frábær rithöfund, ég las Draumum, mér finnst bara geðug bók og Jötur Steinn og þú veist, mér finnst það mjög, ég er ekki sammála með öllu, en margt bara, þetta augljós hugsuður og svo sá ég hann eitthvað á X-inu og hann var að tala og hann var bara að lepja upp eitthvað svona Hillary Clinton talking point, skilur bara eitthvað svona CNN og maður bara eitthvað svona vá hvað þetta er ömurlegt að þú veist, hann er miklu meira heldur en þetta þú veist, hann er bara, þú ert augljóslega einstaklingur, þú ert fær að komast að þinni eigin niðurstöðu af hverju ertu einhvern veginn bara endurtaka eitthvað svona bandaríska sjálfsmyndapólitík? Ég skildi ekki, ég skil ekki sko ákveðnir aðlar, eins og segir, Andri Snær og Hallgrímur Helga og fleiri, þú veist, með þennan stóra áhorfenda hóp, sko, út af sko allt annað, þú veist, skrifaði góða bók, góð rithöfundur, það er margt spunni í þig, að einhvern veginn að fara í þennan leik, skilur við, að þú veist, koma með einhverja svona yfirlýsingar og sem eru bara hei, ef þú ert ekki sömu skoðun þá ert þú bara vondmanneskja, ljótmanneskja þú veist og þeir hafa, þú veist þeir hafa hennan sko hennan pall þú veist, það komið svo framfæri en þetta er bara búið að gera svo mikið gott fyrir það já, ég meina, maður spyr sjálfa sig sko, býtu, er ykkur að borga ykkur fyrir þetta, þú veist, af hverju er þetta svona mikill áróður sem kemur frá okkur? Ég held að það sé bara að þeir horfi, þetta er bara svo auðveldleið til að koma sér á framfæri, koma sér í fréttirnar, þau eru auðveldleið til þess að fá uppklapp frá okkurum hóp sem eru líklega til að kaupa bækurnar sínar, þetta er, þú færð hrós og lof frá okkurum hóp, þetta er auðveld, þetta krefst ekki neins af þér, þú getur verið bara já, open borders og allt þetta bull og svo bara búið í Vesturbænum, sko, það er engir, þú veist, þeir eru ekki upp í Breiðholti, sko. Já, Þú veist svo gaman að sjá á hinum endanum eru með sko Stefán Mána sem er sko grjótarður Akkurát, ekki veitir af mótvæði Já, það er gaman að sjá þetta mótvæði sko Já, ég tek ekki eftir því þegar ég tek kvöldgönguna mínu Breiðholtið, ég sé Hallgrím Helgason aldrei þar sko Nei, þú getur örugglega að sé hann á Kaffi Vest eða er það ekki, er hann ekki Vesturbæingur? Ábyggilega líklega Það fólk var nú ekki ánægt með Jóðellhúsið þegar allt átt að gerast þar. Já. En mér langaði aðeins að svissa yfir í það sem er búið að vera að gerast. Mér langaði að byrja bara á að klára fána umræðu sem við vorum í áðan. Hvað finnst ykkur að fyrsta verk Miðflokksins sem leiðandi í sveitastjórn hafi verið að mála, eins og Sverrir orðaði stærsta alnæmisfána landsins? Heims mögulega. Já, hvað er í gangi þar? Sko, ég vil trúa því að þessi eini maður hafi ekki fengið mikið þetta ráða og hann var nú ekki að mynd fyrir framan að fána, þetta er það sem ég vil trúa. Ég veit ekki sögun á bakvið það samt, sko, en ég hef svo sem ekki heldur trúa þessu upp á Vilhjálm, sko. Þannig að, svo það sé sagt. Sko, ég þykist vita og að Vilhjálmur vill þetta ekkert. Skilur, að þetta er svona eftir á að hyggja að þú veist að þetta snýst sko, við ætlum að taka slaginn seinna, það er ekki alveg komin tími sko, og það er alltaf íhaldsmenn á Íslandi, þeir vilja taka slaginn seinna sko. En þurftur að gera hann svona stóran fyrir framar þetta er bara heill ferkilometer sko. Af hverju ekki líka regnbogafanan? Akkurat, af hverju ekki hann? Hann er ekki glaðlegri og svona við þekkjum hann betur. Hann er ekki jafn fucking ljót. Já, og svona við vitum allavega fyrir hvað hann stendur. Já. Skilur við. Og Já. Ég aðalega, eins og ég segi, ég sá mynda þessu og ég bara, wow, þetta er engin smá fáni, sko. Þetta er bara ferlíki og örugglega bara sko heimsmynd. Ég held í alvöru fyrst þegar ég sá þetta að einhver hefði verið að leika sem með AI að búið til Ég held það reynda líka, ég verði að viðurkenna, ég sá þetta, ég var ekki að trúi þessu og ég þurfti bara nokkur sinnum að kíkja á þetta og skoða myndina rosalega vel og fáni varð einhvern veginn bara stærri eftir síðan skoða myndina betur, þannig að ég veit það ekki maður. Hann er búin að stækka ennþá. Sko. Já, ég sé ekki alveg tilganginn. Fyrir hvern var þetta? Fyrir hvern var þetta? Þetta er mjög góð spurning. Mér finnst líka sko bara annað með hann að fána, mér finnst hann bara ógeðslugur, mér finnst hann ljótur
já. Þú veist, ég sé hann bara einhvern veginn flagga og ég bara svona, vá, þetta er ljótt flagg. Já. Þessi með örinni, sko. Regnbogafáni er alltaf, en þessi er bara svona, ef við pælum í því, sko, viljum við ekki búa í fallegu samfélagi, skiptir það máli fyrir anda mannsins að búa í fallegu umhverfi? Ég trúi því að svo sé, sko. Já, ég alltaf ekki að leggja neitt fagur fræðilegt álit á þann fána, þú veist, fyrir mér það meira svona hvað hann stendur fyrir og eins og ég segi, mér finnst mjög áhugavert að þetta sé inngildandi framfarafáni sem hægt sé að bæta við og mér finnst það ótrúlega forvitnilegt að alveg eins og þetta með kynin, þau eru ekki 2 en það veit enginn hvað eru mörg, þú veist, það er allt orðið eitthvað svona óendalegt. Býtu, er þetta ekki, þú veist, Hryllir mann ekki bara við tilhugsunum hvað þeir alltaf bæta við hennar fána? Það er það sem ég er að segja, sko. Ég bara átta mig ekki á því hvað það er sem er á leiðinni, þú veist, hvað kemur næst. Þú vilt ekki vita það? Ég eiginlega vil ekki vita það, þannig að ég segi bara, heyrðu, kannski skulum við aðeins stoppa við og staldra og aðeins að hugsa þetta upp á nýtt, af því að fyrst þetta er svona. En mér finnst þetta svona áhugaverð pæling, sko, ef við fáum bara svona botlausar framfarir frá Alexander Brím og vingunum hennar og þessu fólki, bara 50 ár spóla fram í tíman, hvar endar þetta? Mér finnst það, ég hef ekki hugmynd að flugja það, sko, en... Nei, ekki heldur, sko. Þú veist... Ég verði til að bara spyrja þau, sko. Maður hefur líka alveg pælt ótrúlega mikið í þessu, þú veist, ég er bara svona pælari, þú veist, ég bara hugsa og pæli og svona velti kannski fyrir mér hlutum, bara svona sjálfur mér, sko, eins og þú veist, þessi transmál og þetta, þú veist, af hverju urðu þau svona ábyrrandi, allt í einu, eða þú veist, allt í einu þetta var svo mikið, hvað gerist, þú veist, er þetta bara að því þetta eru svo mikla framfarir, eða, ég meina. Og er þetta, þú veist, alltaf þessi gott líka fyrir fólki sem er trans? Já, og líka þetta með, þú veist, börnin og einhvern veginn, af hverju eru með þessa fána í leikskólum og skólum og af hverju skiptir svona miklu máli að börnin sé, þú veist, af hverju þetta komur svona nált börnin? Ég meina, ég er ekkert að segja að það sé eitthvað, þú veist, á bakveða, en ég velti í fyrir mér. Þú hefur rétt fyrir, það er hlutur á bakveð þetta sem að er það er ennið hluturinn og ég ætla bara að hvetja fólk, ég ætla ekki að fara of djúpt í það sjálfur, ég veit að þú tjekkar á því þegar við erum búin Eva, ef þið farið bara á googlið drag pedagogy heitir þetta er eftir höfunda sem að Drag Queen Story Hour sem komur fram í sviðsljósi fyrir 1,5 áratug eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru aðilar sem það er að lesa ritgerðina sem að þeir sjálfur skrifuðu sem er tilgangurinn á bakvið og það er að koma börnum sem yngstum inn í hinsegin fjölskylduna. Þetta er svona hlutur sem að ef ég fer of djúpt í þetta, ég hljóma eins og ég sé bara geðveikur, en þú lesið þetta bara með eigin orðum, ef þú nennir ekki að lesa þetta, þú getur látið hvaða gervigreind sem er, túlka þetta fyrir þig og spurja út í þetta. Bara skora sem flesta til að lesa þetta. Bara missa vitið. Já, ef ég er að segja frá þessu, ég hljóma eins og ég bara geðbilaður. Það er bara svoleiðis. En þú veist, þetta er bara áhugavert og mér finnst allavega allt í lagi að fólk kannski velti hlutum fyrir sér. Þú veist, það er allt í lagi að efast, það er allt í lagi að spyrja sjálf og segja, þú veist, af hverju? Eða ég vil segja það bara upp átt. Af hverju? Það er ekki dónalegt Þetta er hreyfing sem varð gríðarlega vinsæl og áhrifamikil og þeirra, eins og segi, þetta er þeir sem að þetta er ekki fólki sem að byrjaði á þessu, þetta er það sem að byrjaði á því að ná þessu á einhverju vinsældastígi inn í grunnskóla og leikskóla. Þú veist, þetta var áhrifin sem, aðferði sem virkaði greinilega, þó að upprunalega komið ekki frá þeim, eða þið fatti hvað ég meina, sko. En já, að öðru, við vorum að ræða áðan alls konar hluti og hvernig með reiði og annað í samfélaginu. Það er nú heldur betur búið að gerast að við getum kannski fengið á fánana áhugamönnum afhausanir frá aðila frá Súdan eða eitthvað svoleiðis eða það sem að gerist í Bretlandi sem að ungi strákurinn var stunginn og jafnvel möguleiki á að viðbrögð lögregluna hafi leitt til þess að það var ekki hægt að bjarga honum. Það við eitthvað fylgst með þessum málum? Já, þetta er í rauninni bara ógeðslegt, sko, þetta kemur ekkit fram svo mikið í þessu mainstreams fjölmiðlum og kannski fólk áttu sig á því að það er inn á X eða er að skoða
bara á netinu og leita sér upplýsinga hérna, þú veist þetta er ekkit sem á svona venjulega Jói Jóns út í bæ eitthvað veit endilega af sko. Og líka þegar maður segir svo frá þessu, þá fólk bara eitthvað, hvaðan heyrir þetta? Akkurat, þetta er bara búið til eða þú veist, þetta er bara tilbúningur eða hérna, einhver áróður verið að koma einhverjum áróður á framfæri sko, eða þú veist en ég veit ekki, ég sá hérna myndbandi með hérna það sem að var að reyna að afhauða manni sko, djöfis viðbjóður algjör viðbjóður og maður bara trúði þessu ekki sko. Þetta bara svo villimannslegt og hérna ég bara ógeðslegt sko. Stutt í villimannseðlið sagði einhver tímann? Akkurat, sagði einhver tímann og það er kannski eitthvað sem við þurfum aðeins að skoða. Algjörlega. Ég held líka að við séum að þarna eftir að eiga við aðila frá Súdan. Hlutinni sem hafa verið að gerast í Súdan á síðustu áratugum er náttúrulega algjörlega óheyrilegur viðbjóður og og við verðum að átta okkur líka að þetta er að koma, þú ert að eiga við aðila oft frá stöðum þar sem að mannslífið er kannski bara einskis virði. Það þykir ekki tiltökumál að bara drepa einhvern fyrir það sem að hann, það er bara það sem menn er að segja. En það sem að þú ert einmitt að tala með þetta að þetta eru fréttir sem að menn kannski er ekkert að fá. Það er svo satt sérstaklega með Írland og Norður-Írland að fólk er ekkert að fá fréttirnar frá RÚV, MBL eða Vísi með að sko bæðir atvinnuleysi og fátækt mikil á Írlandi. Það er mikið af rosalega há prósenta barna þar sem að býr við mikla fátækt. Það er mikið heimilisleysi þar. Það virðist ekkert vera hægt að gera í þessum málum fyrir innfædda. En svo eru þeir einmitt að horfa upp á tugi, hundruði, jafnvel þúsundir aðila koma á framfæri ríkisins, vera að fá félagslegt húsnæði sem fólk er búið að vera 3 ár á biðlisti yfir. Það er að fá framfærslu, það er að fá, þú veist, börnið er að fá læknistjónustu og það sem við vorum að ræða á hann, sem að börn innfæddra er ekki að fá og þaðan kemur reiðin svo rosalega. Það er þetta óréttlæti sem er búið að vera sko sérstaklega mikið í Írlandi síðustu ár. Og reiði fólks náttúrulega ætti að beinast sérstaklega og einungis gegn stjórnvöldum, þeir sem eru að gera þetta þvert á vilja meirihluta fólks og mér finnst eitt mjög mikilvægt og ég stundum leiðrétt, ég nenni ekki alltaf sko, mér finnst óþolandi þegar ég heyri talað innrásarher úr þriðja heiminum. Það er ekki innrásarher, þeim var boðið hingað. Akkurat. Þeim var boðið hingað. Náttúrulega kannski ekki í Bretlandi, ég meina kannski öðruvísi þeir eru að koma á bátum eða... En bátarnir eru ekki stoppaðir, sko. Nei. En jú, það er kannski öðruvísi. Þú veist, það eru aðeins öðruvísi tilfinning, sko, eins og hér kemur bara bátar fullir af einhverju flóttafólki, þú veist, alveg í óþökk okkar. Einmitt. Það er kannski öðruvísi að sjá það fyrir sér, sko, að einhver komi á flugvöllin og hérna... Einmitt bara minna á það að það fara hérna allir gegnum tollin sko. Akkurat. Og það er ekkert gert í þessu og ég reyndar held, veist, það er fullt af fólki sem áttar sig enga veginn, sko, veit ekki einu sinni hvar Ísland er á landakortinu sko, sem heldur bara jafnvel að þetta sé eitthvað fólk sem kemur með bátum sko, bara er mikið og ég þekki bara eitt dæmi það að stelpa sem að raunverulega hélt að hinga kæmi flóttamenn með bátum sko og hérna en nú kannski ekkert svo allra klárasta en enga síður örugglega ekki svo eina sem trúir þessu en umræðan þetta og umfjöllun þessi útlendingamál er náttúrulega öll absúrd og er öll umfjöllun er gerð í skoðanamyndandi tilgangi og við eigum, þú veist, og þeir sem eru á móti þessu eiga sér ekkert málgagn meðal mainstreams fjölmiðla og þú veist, við erum með, nútíminn þorir að segja fréttir af þessu og þú veist, ég veit ekki, MBL, mér veist þið bara verri en enginn sko, því að þetta er svona endalausar hálfsagðar sögur frá þeim, þeir eru svona þykjast og... Já, það kemur svona eina inn á milli sko, en svo þessa milli er ekkert, þú veist, eitthvað sem maður þætti, þið getur alveg komið inn á sko. En mér finnst þetta glæsilegt sko að sjá á X-inu að menn er að nauða gjörsilega í blaðamönnum Morgunblaðsins sem eru þarna inni og ég bara hvet menn þess að halda því áfram láta þá heyra það ef þeir get ekki sko, ég held að þetta er bara einhver hræðsla hjá þeim við eitthvað annað fólk, ég veit ekki hvort þau halda Sigríður Hagalín sé að fara að skokka upp úr efstaleitinu til þess að berja þau eða hvað það er, ef þau segja eitthvað svona alveg fréttir af þessu málum en
eitthvað það allavega, þar sem þau veigra sér, þau alltaf hikandi, þau alltaf sein með fréttið, þetta svona löngu orðið væral allstaðar komið á miðlana erlendis og, þú veist, og inn á X-inu þar sem að, ég veit alveg að þetta fólk þeir eru allir þarna, allir þessi blaðamenn á Morgunblaðinu, en þeir eru samt bara, ég held að þetta séu sko, það er náttúrulega líka þetta, þú veist, já, við megum ekki segja þetta, að setja þetta í fjölmiðla því að þá kannski verður ykkur fjölda uppreisn og fólk verður allt vitlaust og skilur, maður hefur heyrt þetta, sko, ég meina alveg svo gerist út í Bretlandi að það verða bara, fólk verður brjálað. Ekki það sé ekki búið að vera það lengi, en ég meina það bara stígur upp og hinga ekki lengra, sko. Já. Og þá það allt í norðið vandamálið, skilur, ekki það sem gerðist, heldur fólki sem að fór út á götur og mótmæla og kveikti í einhverjum strætisvagni eða eitthvað. Og það líka annar vinkill á þetta sem ég veist áhugaverður að skoða hvernig fjölmiðlar á Íslandi fjalla þessi mál og það er mótmælin tengd þessu versus mótmælin tengd George Floyd og öllu því og maður er bara, þú veist, munurinn er svo mikill og hann er líka munur á Morgunblaðinu þessi svokallaða blaði íhaldsmanna og þú veist, og þetta er svo augljóst, en ég held að það geti ekki annað við, þeim er bara alveg sama, þeir eru að ljúga. Þeir vita að það er bara fullt af fólki sem veita og sér það og skilur það og þau eru bara, já, en við náum bara til ákveðins hóps og við ætlum bara að halda áfram að ljúga á honum og þú veist, þó að bara jiggið sé búið, sem er ótrúlega áhugaverð staða, finnst mér. Þú veist, það var hringt í mig, blaðamaður frá Vísi, Rafn Ágúst og ég var beðin eitthvað komment varandi eitthvað mál og ég kommentaði á þau öll og svo bara klukktíma seinna kemur frétt í loftið og það bara Sverrir vildi ekki koma athugasemdir í málið. Svo eru rangfærslur í fréttinni og ég hringdi í blaðamannin og bent honum á það og hann jánkaði því, já, þú varst ekki að tala um regnbogafánan og svo tala um inngjöld framfarfánan og eitthvað svona og ok, já, þú fattar það, þú laugst í fréttinni og til að breyta ég bara, nei, skilur. Já, það er rosalega, sko. Við fengum nú að Jakob Bjarnar til að hann var nú ekki ánægður með þessi vinnubröð þó hann Þetta lið þetta er svo óheðilegt. Já. Þetta er náttúrulega ekki það sem maður vill heyra af fjölmiðlum. Skilju, maður vill treysta fjölmiðlum. Maður vill að vita að þeir komi og fari og kafa onni í einhver ákveði mál og komi með rétta framsetningu. Já. Þú veist, bara eins og hún ekkert vera að búa til eitthvað allt annað. Já, þú veist, ég held að þau hugsi þetta einhvern veginn þannig að þau eru með ákveði málstað og það þurfi bara að verja hann og það sé, þú veist, tilgangurinn helga meðali, það er alltaf lægi að ljúga af því að málstæðurinn er svo góður og þú veist, það er bara vont fyrir ákveði fólk ef að fólk verður neikvæðara út í útlendingamálin, af því þá verður eitthvað svona bakslag og verður eitthvað kallar eitthvað illu nöfnum, en nákvæmlega þessi stemming hefur náttúrulega skapað þessi vandræði í útlendingamálum að menn hafa ekki adressað vandamál þegar þau hafa komið upp. Akkurat. Þannig að þau hlaðast upp og svo eru bara, þú veist, fleiri og fleiri atriði og atvik sem eru hundsuð, sem eru sópað undir teppið, sem svo ekkert gert í og svo kraumar þetta bara undir, ok, svo byrjar eitthvað svona lítill hópur að tala um þetta og sem ekki á meginströmsmiðlunum og þá bara, hvað ætlum við að gera á meginströmsmiðlunum? Já, við ætlum bara að byrja að segja sannleikann, nei, við ætlum að byrja að tala um upplýsingaóreiðu. Við getum ekki sagt þessi að ljúga, við ætlum bara að segja, þetta er óreiða í upplýsingum og þú veist, og tala um eitthvað svona framsetningu eitthvað, og svo bara höldum við áfram og við þurfum bara að gefa í lygarnar og það er það sem er að gerast núna, er að lygarnar verða alltaf ósvífnari og ljótari og þeir þurfa alltaf að ganga lengra og lengra í að ljúga og það verður alltaf mikilvægara fyrir miðlana að taka þá sem segja sannleikann úr leik, ráðast á það, persónulega, eins og það var gert við mjög fleiri. Við erum búin að sjá þetta rosalega mikið í þessu Belfast-máli, þar sem við erum að sjá einmitt þetta með, þú veist, vilja allir fjölmiðlarnir flytja fréttir af óeirðum og það er talað þú veist, mikinn rasisma sem er í gangi í írsku samfélagi. Hvar er smá sannleiksþorsti hjá einmitt þessum blaðamönnum, hjá þessum miðlum, þú veist? Er ekkert verið að skoða hvað liggur einmitt þarna bakvið, þessi reiði sem er þarna á Írlandi? Þau eru búin að vera að tjá sig aftur og aftur og aftur, þú veist, það eru, ég held að sé komið yfir 90% í öllum skoðanakönnunum sem að vilja ekki að þetta ástand haldi áfram óbreytt.
fólk búið að fara í mótmælagöngur, það ekkert hlusta á það, fólk heldur bara að þetta hafi svartur maður brotið á hvítum og þessna hafi allt farið í háaloft, af því það enginn sem vill segja þeim það sem búið að vera að krauma þann undir. Það bara, þarna ertu með þjóðfélagshóp sem að býr við bara mikla fátækt, Íraverðan og seint sakaðir að vera einhver forréttinda hópur í gegnum mannkynssöguna. Þau eru bara að eiga við stjórnvöld sem að hlusta ekkert á þau og þetta var í rauninni bara kollin sem fyllti mælinn. Þarna braust, þessi reiði búin að vera þarna. Þetta var bara, það vantaði bara að láta stífluna bresta aðeins til að allt færi þarna í háaloft. Og það betra, skilur? Það ekki bara betra að segja hlutina eins og þeir eru jafnóðum og leyfa fólki að hafa skoðanir á því? Í stað að þakka niður í því og halda einhverju leyndu og svo springur bara samfélagið. Eða er það betra vegna þess að það kannski partur af einhverju stærra því að það nú þegar eru Bretar byrjaðir að ræða þessi frábæra ríkisstjórnars Keir Starmer núna þegar byrjaði að ræða það að nú þurfum við að setja meiri hömlur á samfélagsmiðla og að það þurfum við að fara harðar í orðræðu sem að getur verið talin hvetja til ofbeldi. Nú eigi ekki að verða samkvæmt þessu frumvarpi sem þau eru að leggja fram á næstu dögum að nú verði þurfi ekki einu sinni lengur að vera bein hvatning til ofbeldis, bara ef að stjórnvöld telja það að þú það sem þú sért að segja gæti orðið til þess að kynda undir einhverju ofbeldi eða ofbeldisöldu, þá finnist þeim þá orðið réttað til að fyrir lögguna að koma og heimsækja þig eins og þeir eru búin að gera. Algjörlega. Ég velti þessu fyrir mér hvort það sé viljandi verið að búa til ófremdar ástand í útlendingamálum alla Evrópu til þess að þetta séu allræðis sinnar, þetta eru einhverjum svona allræðis pervertar sem vilja þrengja ólina. Þetta er rosalega, þú veist, hvernig getur fengið og hugmyndin náttúrulega, hvernig getur fengið fólk til þess að vilja láta þrengja að eigin tjáningafrelsi, hvernig getur fengið fólk til þess að berjast gegn eigin réttindum og mér finnst einn liður í því að gera alla réttindabaráttu absúrt og fáránlega. Það búið að gera það í Vesturlöndum, við sjáum það bara á Íslandi, þetta er einhver svona réttindabarátta, einhverja hópa, það sem verður að tala um einhver óljós réttindi sem á að taka af þessum hópum sem eru einhvern veginn í einhver hættu út af einhverju umræðu í samfélaginu. Þetta er absúrt, bara öll réttindabaráttu umræða í samfélaginu, bara orðin absúrt og sem náttúrulega það líka rosalega lýsandi að þessi hópur, það heyrst aldrei í honum þegar að vera að tala fyrir því að þrengja tjáningafrelsinu það heyrir aldrei í þessu liði sem er alltaf berjast fyrir mannréttindum. Þetta eru grundvallar mannréttindin. Það eru öll önnur réttindi sem við höfum sem einstaklingar og mér finnst mjög mikilvægt að nefna alltaf að öll réttindi sem við höfum sem einstaklingsréttindi, mannréttindi höfum við sem einstaklingar gagnvart ríkinu. Ekki eitthvað svona kollektíft sem einhverju hópar gagnvart öðrum hópum sem ríkja og enforsa. Það er bara allt annað. En já, það heyrist aldrei í þessu fólki þegar að það eru lobbyistar að tala gegn tjáningafrelsinu með harðari hatursorðræðalögum í bara kvöldfréttum RÚV eða í Kastljósinu eða whatever og þau eru öll fylgjandi þessu en það er bara búið að fá þetta fólk til þess að rallja gegn eigin réttindum með mjög ljótum áróðri og rugli Já. Þú varst nú að því að það var nú kannski í uppsiglingu, varst það ekki þú að það var eldur? Bara í að því að væri kannski uppsiglingu hér eftir þessa frábæru ræðu hennar Maríu þarna í Viðreisn, þar sem hún notaði tíma sinn á þingi til að lýsa yfir hvað hún var í persónulega kúð. Hvað fólk var að segja ljótt á eitthvað svoleiðis. Veist, þetta er auðvitað byrjunnaði, ég get alveg trúa því. Ég meina að það auðvitað byrjar hægt og rólega og Það er verið að undirbúa í jarðveginn, Akkurat. Man líður þannig eins og það sé kannski ætlirinn og þá er náttúrulega líka rosalega gott að geta bent til útlanda og segja að þetta sé gert þarna, þetta er nú gert í Bretlandi og víða og notfæra sig það að einhverju aðri sé búin að taka þetta upp, þú veist. Já, maður er alveg smá hræddur að Það hefur bara gefist vel í Bretlandi að setja þessi lög. En þetta byrjar alltaf á börnunum. Þetta byrjar alltaf á að temja frelsi þeirra hvert samfélagsmiðlum og öðru. Einmitt, já. Og vernda þessa viðkvæmi hópa gegn vondu
akkurat. fólki sem að Óreiðunni gæti haft eitthvað að segja til dæmis útlendingamál eða hinsegin mál eða eitthvað. Stundur hefur maður á tilfinningunni sko að því það er alltaf verið að tala um ólæsi eða þú veist læsiskilningur barna hefur versnað svo þú veist, býtu er þetta samantekið ráð þú veist, að látum þau ekki kunna að lesa sér til skilnings og þá vita þau ekki, þú veist hvað er að gerast skilju, þetta er svona svolítið eða þú veist Það er rosalega auðvelt fyrir þig að segja einhverjum hvað þeir eiga að halda ef þau geti ekki verið að leita sér upplýsingar sjálf. Ég er að meina það sko. Ef þú hefur ekki leskilningin og þú hefur ekki, þú veist, þú getur ekki, og hvað það er búið að loka fyrir það að þú getur leita þér upplýsinga, þá er þetta frekar einfalt held ég. Og svo ertu með lítinn eða engan leskilning og þú ert með propagandatæki í höndunum í kannski 10 klukkutíma skjátíma á dag sko. Akkurat. Og maður bara svona, já ok, mjög augljóst hvert þetta geti farið sko. Já, þú veist, ekki það maður alltaf verið með eitthvað samsæðiskenningar en ég meina, þú veist, það er svona margt mjög skrítið, finnst manni. Ef þú ert með eitthvað samsæðiskenningu, komdu þá með það? Nei, ég er ekki mennur í samsæðiskenningu, ég er bara að segja að þetta virkar eins og samsæðiskenning og það er akkur þetta og þess vegna er svo auðvitað að benda fólk sem að er að spyrja spurninga og segja bara, heyrðu, þetta er bara geðug manneskja, skilja, þú veist, bara eitthvað samsæðiskenninga sinni og þú veist, það er bara búið eitthvað til. En kannski er þetta bara hugsandi fólk, kannski er þetta bara fólk, venlegt fólk sem að vill hugsa og bæla og leita sér upplýsinga og taka sína eigin ákvörðin, skilja, út frá því sem það finnur. Það er mjög áhugavert. Áður en að fjölmiðlar byrjuði að nota, þú veist, að menn séu rasistar eða eitthvað þá stimpla á sig, þá var þetta alltaf að menn, einstaklingar sem tjáðu sig bara eftir eigin samfæringu, þeir voru geðvikir. Akkurat. Það var eiginlega alltaf það sem var notað. Akkurat. Og nú er það minna gert. Akkurat. En það er samt alveg líka, sko. Já. Ég meina eins og ég segi, þú veist, það er betra þegar að opinbert fólk, eins og Snorri Másson, til dæmis, tjái sig og fær meðbyr, þó hann fá mótbyr líka, að það verður einhvern veginn einfaldara fyrir fólk að, þú veist, sjá það. En þá náttúrulega koma fjölmiðlarnir og allir á móti og reyna að útskýra að náttúrulega bara eins og ég segi, miðflokkurinn er öfgahægri flokkur og trumpistar og makarheyfing og ég veit ekki hvað er ekki búið að segja, sko. En hvað ef það er ekki svo? Ef þetta er bara venlegt fólk sem hefur, þú veist, skilninga á einhverju sem það sér að er að gerast. Algjörlega, og ég pældi, sko, presentation hjá fjölmiðlum, rosalega mikilvægt að menn átti sig á þessu, að þegar Snorri segir eitthvað og það er eitthvað frétt það og þeir skrifa eitthvað svona umdeild ræða Snorra, eitthvað svona. Þú getur verið, sko, í sósíalistaflokknum, þú ert gjörsamlega búin að missa vitið. Akkurat. Og þú ert bara komin á það stað, þeir langar bara að senda menni í eitthvað gúlag. Já, og þú ert hildu fyrir það. Já, og svo sami blaðamaður, bara Kjartan svona eða eitthvað, að skrifa frétt viðkomandi og hann að segja eitthvað sem er bara batshit, sko. En það er aldrei neitt, sko, ekkert umdeilt og hann er engin öfgamaður, hann er í besta falli þá er hann róttækur. Akkurat. Og svona meðhöndla allir og líka RÚV og meira sér líka mokkin að allt sem miðflokksmenn segja sem er, þú veist, sem er kannski ekki endilega umdeildra heldur en bara eitthvað sem að Jóhann Páll þú veist, Jóhann Páll bara tala um eitthvað svona virkjana eitthvað, skilju og sem er kannski bara umdeilt eitthvað en það er aldrei þessi skoðanamyndandi atriði inn í greinunum fólk sem er á vinstri vængnum sem er, þú veist ég held að þetta sé sko blekking að það sem að við erum að segja er ekkert endilega eitthvað svona umdeildara gagnvart almenningi heldur en það sem hinliðin en við erum bara alltaf verið að segja okkur að sé það. Akkurat, það er verið að stimpla sko. Já. Það er að fylla með stimplana og þú veist annarkvort ertu geðveikur eða öfgahægri maður og eitthvað bla bla bla, þú veist. Og þetta hefur letjandi áhrif. Þú ert síður líklegur til þess að koma fram með þínu skoðanir ef þú upplifir bara að það séu umdeildar og geti fengið eitthvað backlash það væri bara eitthvað lítið þú ert síður líklegur til þess þannig að þá eru það síður líklegur til þess að dreifa sér en þetta er þessi blekking fjölmiðla sem mér finnst vera orðin frekar augljós og mér finnst að miðflokksmenn ættu að fara að geta drullast til þess að sjá í gegnum þessa blekkingu og hætta að vera hræddir við að segja
umdelda hluti, þú veist, bara segja hluti, þú veist bara að tala inn í einhvern hóp, segðu bara að tala af þinni sannfæringu, fjölmiðlar hafa ekkert betri sens fyrir því hvað umdelt og hvað ekki heldur en aðrir. Þeir bara nota hann stimpil í skoðanamyndandi tilgangi allt sem að þú ert að fara að segja hvort sem nema þú sést bara að fara að vera að taka eitthvað svona mjög soft take, skilur og þegar við miðflokksmenn gera það, þá það einhvern veginn, þú veist, fáður hrós frá okkur viðreistarmönnum, skilur og sá þetta í þessu sveitarstjórnarkosningum, bara einhverja konur í viðreisna hrósa Ara Edvald og maður bara, fuck, shit, sko. Já, þú veist að þú ert komin á einhvern veg sem að líklega ekki farin að höfða til margra miðflokksmanna þegar þú ert farin að fá hrós frá einmitt konum í viðreisn. Ég sagði að það bara eitthvað mest í vókista flokkur sem að komið hefur fram lengi og eru stanslögt að stæra sig af því að vera hýrasti stjórnmálaflokkur landsins, skilur þetta er actually punktur sem þau taka. En ef að skella okkur í komment áður við förum í seinasta þriðungin. Það ekki málið. Það eru nokkur það er frá þetta er manneklan, þá kemur hún Helga Dögg Sverrisdóttir, konur eru hryllilega meðvirkar, við búum við réttindamissi og þorri kvenna þegir. Sá kemur Druss og segir sammála Helgu, þvílíkur réttindamissi fyrir okkur. Ég er til dæmis hætt að fara í sund og veit fleiri konur því ég hef ekki áhuga að berhátta mig fyrir framan kallmenn. Hrafnenda segir, sáuðu ekki textan frá Gaur, man ekki nafnið, það fór að tala að Vóki sé hatur á Vesturlöndum og hatur á sjálfu sér, hún er væntanlega að vísa í okkar ástkæra Álhatt. Já, það er sjálfsögðu sáum við það. Já, þetta er frábær pistill og á alveg skilið meiri athygli finnst mér, því mér finnst vera mikið til í þessu og mér finnst rosalega skrítið að sjá menn og konur stíga jafnvel bara fram og segja bara beint út að við eigum bara allt til versta skilið að því að Vesturlönd höguðu sér eitthvað illa fyrir mörg hundruð árum. Miðað við hvern, mér finnst það alltaf svo góð spurning. Þá einhvern veginn kemur mikil þögg, sko. Þannig að já. Benoni þar í text við feminisman, hann segir köllu það bara það sem það er marxismi, það er feministinn. Rétt. Glundróðin segir hvað tjest á Sverri og Benoni svarar því Sverrir meir en bara brjóstin sín. Já, við verðum að ekki mikið meira en aðeins meira. Og Spiltur segir sammála afar ljótur fáni. Hvar er þessi mynd væntanlega á regnbogafánunum, hún er bara á Facebook síðu Reykjanesbæjar. Til dæmis. Já, menn geta bara að skoða það. Ég bara hvet fólk til að fara inn á þá síðu og skoða þessa fallegu mynd. Það er reality check frá sko líka sko þeirri stjórn sem að ætlaði að bara nú eru ekki fleiri innflyndir í Reykjanesbæ en sömu andrá eru þeir farin að mála þetta. Þetta er mjög áhugavert. Þetta verður mjög áhugavert, já, ég sammála því. Ég hvet líka bara ef það einhverjir sjallar sem búi í Reykjanesbæ, sendi bara á Vilhjálm Árnason, ég er ekki að segja að við erum eitthvað leiðindi, en bara láti menn bara alveg finna fyrir því að þetta er ekki það sem við viljið. Og þú veist. Samt fekk hann sko einhver 100 like allavega. Já, en frá einhver viðrýstnar eitthvað svona, ég myndi aldrei kjósa miðflokkin en ég er ánægður með þetta framtak. Já, frábært. Þá kannski maður komin inn á einhverja aðra leið. Já. Ég veit það ekki. En við erum að sjá mátt hjá áróðrinum í þessu máli því að sko ég held ennþá og er alveg samfærður það að risastóri ef ekki meiri hluti fólks í landinu. Það er ánægt með baráttuna fyrir en að fána einfaldlega að því að það veit ekki, það heldur bara ennþá að það er enginn að segja annað, það heldur ennþá hann sé einmitt standi bara fyrir þetta, frelsi, mannréttindi, þú veist, ég stend með öllum og þú veist, það er alveg fullt af venjulegu fólki sem er tilbúið að taka nokkuð harða baráttu fyrir því að því að það veitir henni ekki betri, þetta hljómar yfirlætislega en það er fullt af fólki sem veit ekki hvað ýmsir hluti þýða. Það er enginn að sko tala eitthvað fólk á bak við fánan, þú veist, við erum bara að tala fánan og hugmyndafræðina sem fylgir þessum fána. Hvað þýðir hún? Já. Þar finnst mér einmitt fólki sem er í forsvari fyrir því, það er rosalega dugulegt að nota einmitt viðkvæman hóp sem skjöld. Já. Verja sig fyrir sanngjarni gagnrýni með því að segja að þú ert að gagnrýna mig að þá
Nei, það segir hreinlega að þú gagnrýnir sko. fánan, þá ert að gagnrýna mig, þú ert að gagnrýna systur, Já. frænku, skilur, en það er ekkit málið. Það er það sem ég vil að fólk skilji. Þú veist, eins og þegar Snorri er tekið niður fyrir að, þú veist, spurjum fánan og það eru settar einhverja skoðanir í munn annara. Skilur, já, að þú gagnrýnir fánan, þá ert að gagnrýna þetta fólk. Nei, það er engin að gagnrýna þetta fólk. Persónlega, þú veist, fólk má vera eins og það vil, skilur, en ég ætla samt ekki að láta segja mér að kynin séu fleiri en 2. Jú, það er intersex, en það er, þú veist, tiltölulega sjaldgæft. En kynin eru 2. En fólk má vera eins og það vill fyrir mér, sko. En mér finnst líka alltaf svo skrítið, sko, þú veist, af hverju þegar að vera, ég veit ekki, ég meina, er gagnkynhneigt fólk alltaf að tala kynfærin á sér eða kynlífið, hverju það lifi kynlífið með eða þú veist, mér er bara alveg sama, þú veist, ég tek þér bara sem manneski. Ef þú vilt fara í kjól eða eitthvað, þá máttu það alveg, skilur, ég get haft skoðan að því, en ég ætla kannski ekki að segja það við þig eða gera lítið úr þér fyrir það, fattaru? Takk. Það er ég ekki að minna þig, en bara þú veist, fólk yfir höfuð sem vill eitthvað eða vill skipta kynfæri. Ég er samt ekki sammála því að þú skiptir einhver kynfæri og þá sérstu bara orðin kona eða kall. Ég vil ekki alveg samþykja það þannig, þú veist, en þú mátt upplifa það þannig og ég ætla ekki að gera lítið úr þér, þú mátt bara vera svo vilt, skilur. En þetta er líka svo gott dæmi það, sko, að menn megi einhvern veginn ekki, sko, lifa eftir sinni persónulegu sannfæringu. Jafnvel þó hún sé bara, þú veist, já, þú veist, mér finnst þetta ekki og ég er alveg á því, þú veist, ef einhver segist ætla að transa sig, eða þú veist, bara og vill vera, kölluð kona, skilur, bara ekki mál. Skiptir mig engu máli. Akkurat. En ég er ekki fara að ljúga því að mín persónulega sannfæring sé að viðkomandi sé orðina konu. Af því hún það ekki. En ég hef enga þörf fyrir að niðurlega viðkomandi að vera með neinleiðindi eða neitt svoleið. En ég set fótinn niður þegar að verða að segja við mig að ég þurfi einhvern veginn að yfirgefa mína persónulegu sannfæringu fyrir eitthvað skonar og bara let's face it, þetta er pólitísk hugmyndafræði. Og þetta er ákveðin svona staðrenda afneitun, bara svona líffræðileg staðrenda afneitun sem er gerð til þess að vernda tilfinningalegt öryggi einhvers hóps sem að verður að fá utanaðkomandi samþykki frá öðrum fyrir því hvert þau eru í raun og veru. Það er ekki nóg bara eitthvað svona mér líður eins og ég sé kona, mér verður að líða eins og þér líði eins og ég sé, þú veist, og þá erum við komin bara svona, ok, er þessi sjálfsmynd, er hún rótföst í einhverju alvöru, einhverju ekta, þú veist, mér finnst það vera rosalega ósennilegt ef þú þarft utanaðkomandi samþykki frá öðrum fyrir því að þú sért sá sem þú ert. Það sennilega ekki byggt á einhverjum konkrétt sannleika. Nei. Ég veit ekki, já, einmitt. Já, þessi, bara einstaklingsfrelsi, þú mátt, ég meina, upplifa þig eins og, ég meina, þú veist, það er enginn á mótin einum. Það er bara kannski hugmyndafræðin sjálf og að spyrja spurninga, á hverju byggist þessi hugmyndafræði? Af hverju ætlar að segja mér að það séu óteljandi kyn eða eitthvað, þú veist, svo er það, þú veist, að þú getur ekki komið svör, hvernig getur það óyggjandi sagt að þetta sé sannleikur. Komdu það með svör. Já. Þá skal ég líta á það sem sannleik. Ástæðan fyrir að þessi gagnrýni er ekki samþykkt á þennan hátt er bara sko vegna þess að það vita allir að ef þú ætlar að fara að gagnrýna kirkjuna, annars getur ekki máli hvort það er þjóðkirkjan eða kaþólska kirkjan, að þá myndi kirkjan ekkert komast upp með að segja bara biskupinn geti ekkert mætt bara og sagt, heyrðu, er það að gagnrýna kirkjuna? Taka svo einhvern heimilislausa mann sem þau eru að hjálpa bara hérna á haldónu svona á hnakkadrambinu og allir því alvöru að vera að gagnrýna Alfreð hérna sem á ekki bótur í borun á sig, vitið hvað við erum að gera fyrir hennar mann? Þetta er það sem þau eru raunin að gera, þau eru að skýla sér á bakvið hennar viðkvæma hóp sem er alveg raunverulegur, en þau eru að fá sanngjarna gagnrýni sem þau get ekki brugðist við efnislega og þá er þetta tilfinningarung notað þess sem skjöldur. Mér finnst þetta illa gert mér þess að mér finnst þetta illa gert að þau noti viðkvæman hóp til þess að vernda sjálf sig frá oft réttmætri gagnrýni.
Algjörlega. Sammála. Og þetta svo talaður áðan, sko, að hérna konur, þú veist, að fara í sund og eiga vona á kallmanni, eða þú veist, ég meina, hann bara lítur á sig sem konu og það nóg til þess að hann gangi inn í klefa með dingaling og skegg og allan pakkan og hérna segja hans í kona. Ég meina, það eitthvað geðveiki fólkin í því. Það þannig. Algjörlega. Og það svo finnst mér líka að vera stigsmunur. Já. Hvað segir þið? Nei, ég ætla að segja, þú veist, það var einhver þingmaður sem að, þú veist, það var einhver sem sagði þetta, mér finnst það óþægilegt að fara inn í kvennaklefa og, þú veist, með einhverju fólki sem þú veist, telur sig vera konu eða eitthvað. Og hérna þá sagði ég, fjölbreytilegu, ertu á móti fjölbreytilegum kvenlíkömmunum? Fjölbreytum kvenlíkum, þetta var einhver bæjaráðskona, ég man ekki hver þetta var, ég man eftir þessu atviki. Sturlað geðveiki. En samt hún góða manneskinn í sögunni, sko, að hérna hafa sagt þetta og bara, þú veist, maður svona býti, það var bara að telja manni trú eitthvað og mér verst við þetta finnst mér þegar við erum farin að hérna samfara börnin okkar þetta, skiljur þau, þú veist, ok, þetta svona og heyrðu, ég á dætur og heyrðu, þið verður bara að þola það að fara inn í klefa og segja ekki neitt eða kemur einhverjan inn með eitthvað öðruvísi neðan, sko. Það finnst mér ekki lægi. Skilju, þá ertu farin að ákvarða, þú veist, þá ertu farin að taka ákvarðanir fyrir líka aðra, þú veist, þetta bara lægi fyrir þig. Þetta á að vera lægi og hérna þú ert bara sett að við það. Þannig við erum farin að kenna börnunum okkar líka svona einhverja meðvirkni og já, eins var þess að fána og fleira, skilur þú veist, það vill ekkit barn vera vont, það vill ekkit barn vera á móti einhverjum, fattar þú veist, og ef þú talar alltaf svona, ef þú efast eitthvað, þá ertu bara á móti einhverju fólki, þá hérna, ég veit ekki, mér finnst það bara ljótt. En ég ekki líka. Það líka stigs. Það fyrir ekki að sverja halda áfram. Mér finnst bara svona, eitt sem mér finnst líka verðt að nefna í þessu öllu saman bara hversu hollt það að byggja sjálfsmynd sína á því að þú stundir einhvers konar, ég vil segja, frávikshegðun í kynlífi, svona frá öðrum. Þú veist, sem að, þú myndir segja að samkynhneigð frávikshegðun. Já. Ég ekki að leggja neitt dóm. Nei, akkurat. En bara svona það mín svona stór partur af minni sjálfsmynd að ég sé það, skilur ég held að það sé ekkert hollt að lifa í þessu og svo alltaf verið að ganga lengra og lengra og svona komið eitthvað svona fleiri og fleiri, en þú veist mér finnst bara einhvern veginn, þú veist, einstaklingurinn týnist svolítið í þessu, þegar þú endar í þessu og þú veist, og að þessi hugmyndafræði sé komin einhvern veginn inn til barnana í grunnskólum, menn sem eru, eða krakkar sem eru hérna áhrifagjörn, að mér finnst bara mikilvægast það sem við getum stimplað inn í börn þú veist, að lifa sem einstaklingur og standa með sjálfur og þú veist, og svo einhvern veginn allt hitt kemur bara svolítið, þú veist, ég bara þekki það sjálfur bara svona týndu krakki við leið og þú veist, alltaf einhvern veginn á flótta frá sjálfur mér, sko, og hérna, en þú veist, mér finnst bara eitt af mikilvægast það sem við getum sett inn í börn og eiginlega bara alla að, þú veist, að standa með sjálfsög og vera einstaklingur og þetta fer gegn því. Algjörlega, það það sem ég að tala veist, það verið að stimpla inn þú veist í börn, að mér finnst og líka bara, tökur dæmi hérna gleðigangan, þú veist hérna áður fyrir var þetta bara voða kjút, skilur, glimmer og præt og allt það, þú veist, bara gott mál en þú veist, BDSM hvað kemur það hins í málefnum við? Getur einhver útskýrt það fyrir mér? Af hverju er þetta partur af einhverju gleðigöngu, eitthvað fólk sem stundar ákveðna tegunda kynlífi, þú veist? Ég hef aldrei... Veistu svör? Nei, ég hef pælt í þessu, sko. Já, ég hef líka pælt í þessu. Ég hef aldrei heyrt neinn svör, sko. Nei, akkurat, en á sama tíma erum við að láta, þú veist, börnin okkar, með fána og hann er eitthvað fólk í einhverju leðudæmi með kúl í munninum og svipur og þú veist, hálfnakið, skilju, þetta er svo galið. Hérna, hvað kemur okkur þetta? Er þetta kynhneigð? Ég veit það ekki, sko. Ég held að þegar við erum... Nei, ég meina, er þetta kynvitund? Er þetta þú veist, hvað kemur þetta bara hinsegin málum við? Þetta var allavega innlimað inn í samtökin 78 við mikil mótmæli mjög margra. Ég þekki söguna því ekki nógu vel sjálfur, sko. Ég bara velti þessu fyrir mér. Ég bara einhvern veginn, mér stóði svo gróft og bara einhvern veginn alls konar hendin í pakkan, þú veist, þetta er alveg svo stór pakki
með alls konar svona fyrirbreyðum sko, þannig að af hverju eitthvað óeðlilegt að spyrja. Spái ef að ég og Sverri myndu stofna félag áhugamannum Nefun, allir það félag geti fengið hérna inngangin í samtökin. Akkurat. Mér finnst það félag ekki eiga síðra erindi þar heldur en BDSM samtökin. Já. Sko, já. Sko, að þetta sé svona hafið yfir gagnrýni mun alltaf springa í andlitaðum á endan. Ég held að hljóta vera á einhvern tímapunkti, þá er fólk bara, er þetta ekki árið ágætt, sko. Á ég að taka þátt? Á ég að láta segja við mig að ég sé bara ógeðslega vond manneskja og hérna, já, hræðileg manneskja ef ég tek ekki þátt eða spyr af hverju þetta sé svona og er þetta ekki aðeins svo langt gengið? Sko, jú, ég er með ákveðna kenningu af hverju fólk fyrir börnin sín í Gay Pride og ég myndi að láta börnin horfa á okkur svona gaggboltaða BDSM gaura, sko. Ég held, sko, að þegar við erum búin að gera umburðarlyndi að æðstu dyggð íslensks samfélags, þú ert að fara niður bæ til þess að sína hvort umburðarlyndi með því að bara svona horfa á eitthvað sem er augljóslega viðbjóður. Er þetta öðrun? Já, byrju, og þú ert og horfa á eitthvað og ég sko ekki bara fer ég þarna og misbýð sjálfur mér viljandi og bara finnst þetta frábært. Ég tók barnið mitt með, skilur krakka minn. Krakka minn bara horfa á einhvern gaur, gagaðan, bara pluggaðan á einhverjum vagni skilur býti. Þú veist, og þetta er bara, mann fá bara, já, vá, frábært. Þú ert svona, ég veist ekki að þú ert svona umburðarlyndur. Þú ert svo víðsýn. Já. Þú veist, er þetta helsta dygðin í alvöru? Er það ekki? Já, ég meina það virðist vera. Þetta virðist byggja á svona hlutum að þú veist, því meira sem þú getur tekið, þetta er alveg svo hérna, þú veist, ég meina, þegar börn upplifa sig sem einhvers konar dýr eða eitthvað, þú veist, þetta er komið alveg út í alls konar áttir, sko, og maður hlýtur að spyrja sig, hvar hendar þetta og hvar segir við stopp og já, ég veit það ekki. Ég man ekki hvort það var hinn magnaði tónlistarmaður breski, Subi, ég veit ekki hvort það var Konstantín Kísin sem að sagði að þetta væri sko, fólk sem er ömurlegt í öllu öðru. Það er búið að búa til eins konar keppni í hlýðni og undirgefni. Þú sýnir hvað þú ert góð manneskja með því að sigra þá keppni. Sko. Já, okay. En ég er bara sannfærður það að allt heilvita fólk það veit alveg að það er ekki að ræða hatur gegn hvorki, þú veist, einhverju hinsegin fólki þegar að þessi gagnrýni fer fram. Þess vegna finnst mér rosalega illa gert eins og ég sagði áðan af þessum samtökum að nota þennan hóp sem skjöld. Þú ert að segja fólki sem er í alvöru í viðkvæmri stöðu, þú ert að segja þeim að fólk sem hatar þau ekki, að þau geri það. Þú ert að ljúga að þeim að heilu hópanir í samfélaginu hatist út í þau sem að enginn gerir og við erum með allar þessar kannanir fjölmiðlanefndar hátuðustu hópana. Þessir hópar ná ekki inn á topp 30-40 lista yfir þessa hópa en samt ert að ljúga að þeim enn og aftur fólk sem er raunverulega í viðkvæmri stöðu að það séu heilu hóparnir þetta úti sem hatu. Hvað heldur þetta gerir fyrir andlegt ástand á fólki sem að, eða stanslegt verið að segja hvað allir hatu. Hvaða bilun er þetta? Akkurat. Já, mér finnst það... Þetta finnst mér að bara tegunda mannvon, sko. En svo er öllu sama átt að, miðflokkurinn sé hataðast í hópurinn. Það er allt í lagi. Já, voru þeir hæstir? Ég held að vera hæstir. Já. Við vorum meira hataðar en múslimar. Nei. Jú. Já. Bara mun meira, sko. Já. Já, það er Við fórum talandi það, ég gleymdi því áðan, ég ætlaði að koma inn á einhverja bestu sögu vikunar, það er í fréttinu hans meistara og góðvinnar þáttarins Kjartan Kjartanssonar þegar hann var að skrifa fréttum og ungi miðflokksmenn var ekki ennþá búin að segja frá einhverju, þegar hann segir frá því að hann hafi hringt í Anton Svein og leið og hann kynnti sig þá skellti Anton Svein á hann. Mér finnst þetta algjörlega stórkostlegt sko og hafi ekki hvort að hafi slitnað sambandi eða hafi verið skellt að blamar var ekki alveg vissum að mér finnst þetta bara svo ógeðslega gott bara er Kjartansson á Vísi Ég hef heimildir fyrir því að hann hafi verið að keyra einmitt inn í Hvalfjarðargöngin Stótt út sambandið
Já, já. Þú verður örugglega ekkert með persónu Kjartans að gera. Nei. En svo finnir þessi blaðamenn sko að þeim finnist þetta vera svona eitthvað, þú veist að þeir eru náttúrulega rétt á því að tala við alla og finnst svo skrítið að menn, þú er búin að vera bara ljúandi og blekkjandi fólk endalust sko í mörg ár og það er ekki, og þú veist, eina ástæðan fyrir því að þú skrifar fréttir miðflokkinu bara til að koma höggja á hann og svo ertu eitthvað voðalega að hissa yfir því að menn nenni ekki að tala við þig. Þú ert til dæmis líka bara búin að, eða sem ekki hann, en aðrir, þú veist, að sama miðli sem eru bara búin að ljúga í fréttum flokkin bara nokkur dög áður, bara kenndi það bara við komandi, sko. Finnst mér þetta alltaf svo skrítið. Mér finnst blaðamenn, þú veist, þetta er svo skrítin þjóðflokkur og þú veist, ógeðslega fyndið þegar þeir skrifa eitthvað svona fréttir úr eitthvað svona stríði eitthvað út úr heimi og kannski eitthvað svona sprengjuára og svo kemur fram sko að það hafi eitthvað blaðamenn verið drepnir. Það voru kannski 100 börn að deyja sko, það voru eitthvað 2 blaðamenn. En það voru 2 blaðamenn sem fórust. Al Jazeera eitthvað og það er harmleikurinn sko og þeir halda að aðrir, þú veist, þeir hugsa svona pottitt sko, finnst þetta alveg hræðilegt að kollega sé að drepast einhvers staðar sko en meðan manninn er alltaf alveg skít sama sko og en mér finnst þetta bara fyndið svona þetta perception þeirra og þú veist, því er ekkert tristandi sko. Nei, alltaf þú búin að sína Ég sagði við Jakob Jarnar sem var hérna síðast og ég bara segja sem ég finnst, ég er hvorki að sleikja menn eitthvað upp nýja að reyna að níða það eitthvað sérstaklega. Ég sagði bara við að mér finnst hann með, ef ekki allra besti blaðamaður sem að Ísland á og mér finnst hann hlýta að vera, ég bara vorkendunum að vera sko einhvern konar Michael Jordan íslenska blaðamennsku og hann þurfa að vera að spila með, ég notaði Lionel Messi íslenska blaðamennsku og hann er að spila í liði með mönnum sem að kæmist ekki í byrjunarliði hjá Austara Rauvarum sko. Það eru svona Kjartans og fleiri, þannig að þú veist, það er ástæða fyrir að til dæmis aðilar svo, ég ætla bara að taka Frosta sem dæmi, þú veist, það er ástæða fyrir að pólitískir, þú veist, andstæðingar eða fólk sem er að öndörðu meiði við hann pólitík, mætir samt til hans, það er vegna þess að það veita að fær sjá hann sanngjarna meðferð. Það er bara eitthvað sem getur bara, þú veist, alveg erfiða spurningar og allt svoleiðis sem veita hann sanngjarnt við þau. Þetta er eitthvað sem þú getur bókað að er til dæmis ekki ef þú segir Kjartansinni eitthvað eða vini þínum hann sem bara hreinlega laug upp á því hann nokkur sinnum í greinni og ættir náttúrulega, þú ættir að kæra þetta síðanefndar blaðamanna, Sverrir. Sko, mér skilst við það sem ég hef talað við, að þessi síðanefnd blaðamanna sé bara fulla af einhverju svona ömulum lippum, skilju, það er bara ekkert upp á því að hafa, sko. Þetta er bara þeirra menn, sko, og þú veist, þetta er bara eins og með allt tengt fjölmiðlum, leikurinn er fullkomlega riggaður gegn okkur og með þeim og þannig að, já, mér skildist bara, þú veist, þó ég væri bara með að svarta hvíta hann við logið og skipta enga máli, sko. Þá þurfum við að sína fram á það og það er að nota það sem fordæmið, þú veist, næst þegar einhver gerir kannski sama hlutin og er ekki, þá getur þú sínt fram á svona hluti, ég skal veðja og þú fengir einhverja lögfræðinga til að gera þetta fyrir þig Já, og svo er það líka það náttúrulega venjulegt fólk kannski nennir ekki að fara í svona og eitthvað kostnað og vesen. Auðvitað ekki. Þannig að það bara... Auðvitað nennir venjulegt fólk ekki svona rugl. Ég er líka bara að fáta einhver öregi, sko. Ég vil segja það, fólk er ekki alveg tilbúið til að fara alla leið kannski og borga fleiri milljónir og vita að þetta sé kannski, já, tilgangslöst. Talandi það var einmitt minnst á það áðan, hann var meðan eld. Þau eru að reyna að halda honum í einhvers konar lögfræði bulli endalaust sem að hann er bara búin að geta staðið í að því að það er búin að vera safna fyrir hann. Þetta sama og gerðist með Pál Vilhjálmsson þegar er reynda að kæra hann trekk í trekk. Hann svo vinnur málin, náttúrulega öll málin á hærri dómstigum heldur en í hérastómi og það sem að var reynt að gera við hann, þú veist, það er það sem ég held að venjulegt fólk fatt ekki ofbeldi sem felst í að halda þér fyrir dómstólum. Það er vegna þess að það eru ákveðnir aðilar sem geta krafist þess að þig sé gert fjárnám hjá þér eða eitthvað svona til að vera með tryggingu fyrir að sé til fyrir ég man ekki hvað Páll sýndi fram á þetta, að það væri trygging til fyrir því að þú getur borgað dómskostnað, sko. Akkurat. Þannig að það sé bara hægt að byrja að innheimtan áður en að kemur nokkuð niðurstæði þetta, sko. Það er rosalegt fjárhagslegt ofbeldi. Akkurat. En virðist ekki kostaðan sem að gera það nokkuð skapaðan hlut. Nei. Sérstaklega ef þú ert fjársterkur að þá getur bara leikið þér að þessu. Akkurat. Og getur... Það er ríki sem greiðir fyrir þetta er eitthvað svona samtök sem að eru, þú veist, alltaf með
fjármagn á bakvið sig. Fjármagn frá okkur, sko. Þetta er allt ykkur svo aktivistir samtök sem að við erum að borga endalaust, sko. Þú myndi að taka bara auka þátt í það, sko. Eitthvað tíman. En eigum við að vippa okkur og klára kommentin og svona fara svona nokkurn veginn að slá botnin í þetta? Já. Mun að gera like á vídeóið, segir Hrafnett okkar. Já, sjálfsög minnum á það. Já, hérna þetta, við vorum með mynd í hvað? Já, Sverrir meiri bara brjóstin sín. Og hérna, ég ætlaði bara að minnast á þetta aftur. En þá segir Helga Dögg Sverrisdóttir, af hverju taka konur í miðflokknum sig ekki saman og verja réttindi kvenna og fara fram á breytingar og lögum kynrænt sjálfstæði? Hefur Eva fylgst með máli Sal Grower í Ástralíu? Veistu hvað er verið að ræða þarna? Nei. Ég fáum kannski Helgu til að skrifa einhverja hérna fína grein sem að hægt að lesa þetta mál. Ég man ekki alveg hvað þetta snerist, þannig ég vil ekki fara með einhverja fleipur. Er Holy Thunder King fyrir ekki þessu? Ég bara skjóta aðeins inn, hérna, ég held að það sé bara mjög gott ef að myndi bara láta alla svona sjálfsmyndapólitík sem er svona réttindi, kvenna réttindi, bara eitthvað, við bara gera það sem er satt og rétt. Þú veist, í staðan fyrir eitthvað svona hópar sér saman sem þú veist, bara láta þessi identity politík, láta bara aðra flokka það, myndi ég segja að væri best. Já, ég er eiginlega sammála, sko, því að maður nennir ekki að vera þetta, við ætlum að fara í kvenréttindamál, skilur við, þú veist, ég veit það ekki, kannski er tilefni, en ég veit það ekki. Mér finnst að stóra umdeildamálið sem miðflokkurinn eigi að vera í, það séu innflytjendamálin, sko. Þetta er að þú reynir að berjast á öllum víkstöðum og þá líklega tapar á þeim öllum. Þetta er svona svolítið svoleiðis, finnst mér. En finnst það ekki galin hugmynd, sko. En Holy Thunder King mættur í spjalli og spyrir hvort við séum búnir að fjalla sem gerist í Reykjanesbæ með risa alnæmisfánan og við vorum í því einmitt. Elunni segir já, okkur finnst það ekki nóg stór. Einmitt, það má stækka hann aðeins. Ég held að það sé smá plásarna til liðana. Árni segir að hann vill að sé kvóti á hvað margir útlendingar geta flutt til Íslands, 1% með að við 1% af fæðingum hvert ár, við erum örþjóð, við þolum ekki svona fjölda. Segir svo kvóti er á milt að mínu mati nema við gerum töluna mjög lága, svo er eitthvað svona, þeir að ræða tölfræðan á þessu. Benóni segir þess að nóg að taka bætunar af þessu liði og vandinn leystur. Já, ég er svolítið sammála því. Þið opinbera á ekki verið í þeim iðnaði að flytja fólk inn. Já, rétt. Árni segir við erum allavega í klikkuðu ástandi núna, 70.000 pluss Íslendingar hérna. Við frumbyggjar erum bara svo fá, við finnst þetta svo persónulega að vera þjóðarmorð eins og þetta er núna. Já, ég meina að þetta náttúrulega gerist líka svo rosalega skömmum tíma. Þú veist, að þetta er alltaf í norði bara svona stór partur af þjóðinni. En svo er líka svo áhugavert hvað þessi hópur er að stóðum hluta engan veginn partur af þjóðinni. Nei, í rauninni ekki. Svona í þessu secluded samfélögum, munum, þú veist, við erum alla byrjuð að finna fyrir þessu. Þegar höggi kemur, það verður bara svona negla. Já, og líka það, þú veist, sko, ég er líka bara á því, þetta er of mikið af innflytjendum og við verðum að hafa einhverja stefnu, sko, í þessi málum og eins með þetta, að fólk þurfi ekki að tala íslensku. Hvað klikkun það? Ef þú kemur allar að vinna á Íslandi, þá talað þú íslensku. Þú veist, ég á ekki þurfa að tala ensku af því að þú ákvæmst að koma hingað að vinna þó að það séu störf í boði. Að þá veistu, þú veist, ég fer ekki til Spánar og ætla að tala íslensku í einhverju, ensku, en ég meina, þú veist, þetta er bara svo... Þú getur ekki talað ensku heldur nema að sé bara ferðamannastöðum. Ég veit það, en ég meina, þú veist, já. Við erum þjóðríki. Já. Mér finnst það bara að vera eitthvað, ætlum við að hætta að vera þjóðríki? Þetta er bara orðið og mikið. Þú veist, það er allt á ensku, það er allir matselar, það er allar merkingar, þú veist, bara labba niður í bæ, það er bara eins og að vera ekki á Íslandi í rauninni, mjög mikið. Og já, mér finnst það bara ekki eðlilegt, það er bara allt og mikið meðvirkni með þessu. Við þurfum að, þú veist, ég meina að Danir setja skilyrði, ef þú ætlar að fara að vinna út í Danmörku, þá skalt þú læra dönsku og ég er ekkit viss að Danir sé að borga undir ykkur dönskunámskeiðan til það, sko. Ég veit það ekki, þekki ekki til. En eitt vera rosa mikilvægur partur í þessu, það er þeirra fólkið sem kemur og er að segja það sé algjörlega ástæðulaust fyrir því að hafa áhyggjur af þessu, það sé algjörlega ástæðulaust að þú hafir einhverja athugasemdir við þetta setja.
þau náttúrulega sko halda, ég skil ekki alveg hvaðan þau halda, þau hafi þessa vissu fyrir því að þau hafi rétt fyrir sig vegna þess að þetta ástand sem við höfum aldrei séð áður. Gerast á svona stórum skala í svona mörgum löndum þar sem að verið að þynna svona hratt út er rauninni bara innfæta, þar sem að bæta svona mörgum ellendum sérstaklega af ólíkum menningarheimum inn í samfélag. Við höfum aldrei séð þetta áður, þannig að hver sem að kemur og að segja manni að hafa ekki, að það sé engin ástæða til að hafa áhyggjur af þessu, veit ekkert hvað hann að tala að því að við höfum aldrei séð þetta. Þess vegna finnst mér sérstaklega mikilvægt að fara varlega. Þar er ég allavega í þessu mál. Já, ég sammála og þú veist, við verum líka átt okkur því að við erum svo ótrúlega lítil þjóð. Við erum bara örþjóð, við erum 400.000 manns, skilur, og af því eru 320.000 Íslendingar eða eitthvað. Og þú veist, það er rosalega auðvelt að kæfa okkur bara og breyta tungumálinu, þú veist, ég meina, hvað ætlum við að ganga langt? Hvað erum við tilbúin að ganga langt? Hvað erum við tilbúin að gefa mikið frá okkur? Mér finnst þetta líka, sko, menn tala oft um að þetta vandamál tengist bara einhverjum svona vinstri mennsku, en þetta líka, sko, að hægri partinu af þessu þessi endalösa, þessi vaxtar markmið að við þurfum alltaf að vera að stækka og okkur þarf alltaf að fjölga og við þurfum að auka hagvöxt og svo ef við skoðum bara landfræðilega legu landsins, skilur hvar við erum, hversu margir hafa búið á Íslandi svona sögulega, það hafa alltaf verið fáir, þessi eyja hefur sögulega séð ekki geta borið neitt sérstaklega marga, það er bara takmarkaður matur og okkur svona og af hverju það? Af hverju eru á sumum stöðum rosalega mikið af fólki og af hverju eru á sumum stöðum færri? Það er alltaf eitthvað svona ástæður fyrir því, þannig að ef eitthvað kemur upp á, segjum að verði 3. heimsstyrjöldin eða eitthvað og við erum bara í landi sem að bara ekki fært að fæða og sjá alla sem búa á því. Hvað ætlum við að gera? Ég bara spyr, þú veist, þá sem eru svona hagvaxtar þengjandi, sko, þú veist, getur þetta land borið uppi, að þú veist það bara, við höfum okkur á alltaf að fjölga, getur þetta land borið uppi endalaust marga? Nei, og við erum bara, þú veist, ef að skipakomur, ef það fer eitthvað úr þessu aðfanga systemi til og frá landsins, þá erum við bara komin mikið vandræði, mjög fljótt og því fleiri sem við erum, því fljótari erum við í vandræði. Þetta finnst mér líka að vera, en við náttúrulega búumst aldrei við því. Nei, ég held að ég getur að gera kannski ráð fyrir því, en ég meina bara, mér finnst bara alveg nóg að missa niður tungumálið og menninguna og þú veist, einhvern veginn að vera þessi þjóð sem við höfum alltaf verið, bara lítil þjóð. Ég meina, hvað er að því að vera lítil þjóð? Nákvæmlega. Af hverju þurfum við að stækka? Af hverju þurfum við að stækka svona mikið og hratt? Það er basically punkturinn, sko. Og bara hver er ókosturnar, hver er áhætturnar og bara búið að meta þetta. Og þú veist, ég man það var eitthvað í fréttum í daginn að við erum með eitthvað kornsíló sem á að geyma eitthvað korn í eitthvað x langan tíma ef sem að verið núna að hætta. Ég held að það sé búið hætt. Já. Og það er bara svona, við erum þá ekki með neitt að bakka upp ef eitthvað fer úrskeiðis. Það er ógeðslega vont að vera á eyju Norður Atlantshafi ef matur hættir að kominga, sko. Við þurfum á heiminum að halda, sko. Og lærir þegar að hlutirnir verða ugly, þegar allt í einu kemur upp ljótt ástand, það lærir rosalega fljótt úr hverju fólki gert. Það kom nú bara rosalega lítil tilraun með þetta þegar að rafmagni fór af bæði Spáni og Portugal. Það var nú ekki nema 1 dagur. Ég held að vera aðeins lengri tími í Portugal, en allavega fólk bara allt í einu talaði þetta sem að, sko, ég uppleiði mikið öryggi hér og allt svoleiðis, en þetta snýst ekki um mig, en það voru Íslendingar sem sögðu frá því að þau voru að stödd á flugvöllum. Allt í einu gastu hvergi borga með kortum. Fólk var að berjandi hvort annað fyrir leigubílana, það myndaðist bara, það tók bara nokkra mínútur að leysast upp í svona sjálfsbjargavél, fólk var hrætt, þá verða hlutirnir strax ljótir, sko. Það þarf ekki nema eitthvað smá svona neyðarástand til að svona geti blossað upp, sko. Ég finnst það, eins og Sverrir var að tala sko, það er mjög fljótt að verða mjög ljótt ástand. Og hvort viltu, ef það kemur svona ástandu upp, hvort viltu búa í þjóðríki eða fjölþjóðaríki?
það sé alveg auðvitað mál að maður bara myndi vilja búa með sinni þjóð. Já, en þú veist, í öllum kringustæðum, sko. Í meiri hluta, sko. En þú veist, sérstaklega þarna, sko. Já. Þú veist, mér finnst líka bara svona til umræðum svona balkanization, þú veist, það er svo gott dæmi, þú veist, hversu vont það er þegar að, og ég meina, þetta er jafnvel mjög lík þjóðarbrot þarna, þetta eru spurningum orthodox trú eða kaþólika og jú, það eru bosníumenn sem eru múslimar, sem að, þú veist, geta ekki búið saman, þú veist, á þess að vera bara að byrja að drepa hver aðra, sko. Og þú veist, jafnvel, sko, menn sem eru báði kristnir, sko, bara, það var bara... Já, ég meina, þú veist, það er ólík þjóðmenning, það er ólíkir hlutir sem að valda því að við erum eins og við erum. Ég meina, við sem erum Íslendingar og höfum búið hér allt okkar líf og eigum okkar forfeður hér, þú veist, við náttúrulega þekkjum þetta líf að vera hérna á svo litlu eyju, dimmu, köldu eyju yfir veturnar og ég meina maður spyr sér líka, þú veist, ég hef spurt sjálf með því, þú veist, Sómali sem kemur frá Sómali, ykkur eyðimörk, þú veist, hvernig líður honum að koma hingað til Íslands? Bara, þú veist, þetta er allt öðru sem menning, allt öðru sem viðfar, þú veist, þetta er auðvitað ekkert auðveld. Nei. Heldur þú aðlægt? Við rættum saman þetta ég og bróðum minn daginn og við komumst á þeirri niðurstöðu að það væru fáir Íslendingar líklega sem gætu lifað af meira heldur en viku ef þeir meiri bara hent út í samfélagið í Sómalíu. Þetta er svo erfitt samfélag, þú veist, það er enginn að hjálpa neinum öðrum annað. Þetta er bara survival of the fittest. Akkurat. Og það er það sem maður hefur kannski áhyggjur af þegar svoleiðis fólk kemur hingað. Þú veist, hvað heldur að fara að hegða sig bara svo Íslendingar? Ég held ekki. Ég held að hafa eitthvað í eðli sínu. Þú veist, það hefur önnu gildi. Það kemur úr öðrum uppruna sem að kannski er bara ekkert eins og líka þú kemur frá landi að sem er ekki sko, lögureglur eða, þú veist, af hverju ættir að taka markaðum hér? Skoðaðu hefðina fyrirgeðu, ég held að vera búin á Nei, allt er góð, ég er búin. Skoðaðu hérna líka bara hvernig þið talað eins og bara, þú veist, fer bara 1000 ára aftur í tíman og skoðaðu til dæmis í hvernig talaðum þetta í Íslendingasögunum. Þú veist, ef þú varst óheiðalegur við samlandaðina, við þá svo þú bjóst við, það var einhver versti stimpill sem hægt var að fara, þú veist, að fá á sig. Já, því að spurðist út, að því við líka verum það lítið þjóð, sko, og maður leið alveg þannig, mér leið þannig fyrir svona 10-15 árum, að við værum bara lítið þjóð og maður vissi svona aföllum, skilur, maður vissi til fólks, eins og ég sagði ekkert hérna, þú veist, ég vissi hverju rónarnir voru niður í bæ eða útigangsfólki niður í bæ, þú veist, maður vissi alveg af því, maður sá það aftur og maður þekkti til þess eða, þú veist, veit hvaðan það kom eða hvað það átt að baki. Í dag er þetta ekki þannig, þú veist, þannig að ég finnst það ekkit eitthvað endilega góð þróun, sko, ég er bara búið í litla Íslandi. Já, þetta er með að þú ert svo vanur því að samfélagi dæmir þá sem að eru óheiðalegir, sem að standa ekki við orð sín eða beita blekkingum eða hérna legum til að fá sínu fram. En svo eru hins vegar bara erfið mjög, þú veist, samfélög sem að eru bara þannig að það er erfitt að draga frá lífið þar. Þú þarft að beita öllum brögðum ef þú ert á þeim stað. Akkurat. Og þeir búast, þú veist, það er engin skömm í því og það er búist við að allir aðrir gera það líka. Þetta finnst mér allt of gleymast einmitt í svona umræðu hver er að koma. Og svo koma ákveðni menn hingað og fara til dæmis að keyra leigubíla og þú veist, ég meina, þeir koma kannski bara úr svona harkara menningu, þú veist, það er bara svindla og hérna hafi ekki kannski endilega svona sama siðferði. Nei, bara 100% ekki, sko. Og hérna... Það eru samfélagslegar afleiðingar sem að þröngva þessu siðferði að miklu leiti upp á okkur. Já. Siðferði að miklu leiti tungumáli og hérna... En ég held líka, ég trúi því, ég er svo þenkjandi hægri maður og ég trúi því bara að íslenska þjóðin tengist ákveðnum böndum sem að verða ekkert útskýrð á neitt máta nema bara á andlegan máta og mér fannst það svo gott að heyra Snorra tala að við séum ekki útskiptanlegar efnahagslegar einingar sem svo satt. Getur ekki bara skipt út einum Íslendingi fyrir
ég meina þó að sé þjóðveri eða sómali eða indveri eða whatever og ég held að þetta sé sko vandamálið með svona nútíma hægri mennsku fram að því sem að miðflokkurinn kom með nú og sérstaklega Snorri og svona einhverju nokkrir að það er að við erum að taka upp aftur sko þess að anda hægri mennsku sem að gera ráð fyrir því að við séum andlegar verur, við erum með ákveðna tengingu við þetta land, tengingu við hvort annað, það er ekki bara hægt að skipta okkur út og þetta er svona smá andsvar við þessari, þú veist, ég ætla að leiða mér að segja svona andlega dauðu hægri mennsku sem að sjálfstæðisflokkurinn, þú veist, sem að hefur, og ég held líka sko það sem hefur allir andlegum dauða þar er þessi sjálfsmyndapólitík sko, ég veit ekki alveg hvert að fara með þetta, en ég held að ég er ánægður að sjá svona meira andlega þenkjandi hægri menn sem er ekki bara fastir í materialisma því að sko hægri mennska sem er bara materialismi er bara andsvar við kommunisma sem kommunismi er bara materialismi og ef við erum bara í einhverjum svona andsvari við kommunisma að þá, þú veist, allt sem þú ert í andsvari við, það er í rauninu bara stýraðir þú veist, ef þú ert bara einhvern veginn bara meninisti af því að þú veist bara á móti feministum þá er svona feministar að stýra ferðinni hjá þér og við hefum ekki verið bara eitthvað viðbragð við kommunisma og já, við erum andlega verið. Þú veist, maður vill sjá fólk í pólitík sem er í pólitík út af hugssjónum, skilur við. Það er ekki einmitt í þessar sjálfsmyndapólitík og það er ekki að hugsa bara þægilega innivinu, eða þú veist, góðan stól eða fattar þau, þú veist, maður vill sjá svona hugssjóna fólk sem að berjast, skilur þó að sé á móti straumnum, fattar þau, og akkurat þannig, sér maður hverjir eru svona alvöru, þú veist, að þú ert að fara aðeins á móti, þú ert ekki aðeins út af vinsældum, þú ert bara að tala út frá þinni samfæringu og það vantar svoleiðis fólk. Ég vil helst sko sjá í mönnum að þeir myndi helst vilja vera að gera eitthvað annað. Já, akkurat, þú veist, ég meina af hverju, þetta er ekki voðalega svona eftirsóknarvert að vera bara hreinlega að tala á móti straumnum og þú veist. Gera það mjög fáir. Það gera það mjög fáir. Þó það gefi vel. Nei, það gefi kannski ekki. Það var svo gaman að hlusta á Frosta Sigurjón sem þegar hann var að tala um þetta, hann vildi ekkit vera á þingi, hann bara fór þarna inn einhvern veginn hálf neittur til þess sko, þess að fannst mér svo flott að heyra svoleiðis menn vill ég hafa þar, ég er alveg sammála. Maður vill hafa þannig fólk sem er bara horfir í kringu sig og segir býtu, þú veist, nei, ég er ekki sammála þessu. Þú veist, þú getur bara einhvern veginn, sett kassan út og sagt sína meiningu og hann er ekki að gera út af vinsældum, skilju, hann er ekki að gera þetta til að fá likes eða vinsældir frá öðrum eða falla í geð allra, fattari. Þú veist, það er partur af þessu. Þú getur ekki, þú veist, líka þetta með flokka, þú veist, þetta er alltaf svo útvatnað. Þú veist, ertu þetta og ætlar bara að tala í allar áttir og bara eftir hvernig vindurinn blæs, sko, eða ætlar að vera þarna út af því að þú ert með einhver málefni og eitthvað sem þú vilt berjast fyrir, virkilega. Ekki spurning. Ég held að þetta sé bara fín lokapunkti, þetta taka nokkur loka komment og svo held ég við slá botn í þetta. Mjög gott. Bjarki segir fáninn var aldrei vandamál þegar það var verið að skipta honum út á hverju ári fyrir enn fáranlegri fána en leið og átt að vera skipt út fyrir íslenska fánan þá var það vandamál. Sýnir bara hvað þetta lið trúir raunverulega á. Það er mikið til í því, við erum að sjá það actually í Bretlandi, það eru mörg bæjarfélög og þetta getur fólk fact-checka sjálf. Það eru heilu bæjarfélögin sem hafa sett upp tilkynningar til bæjarbúa að flagga ekki fána heilags George meðan á HM stendur því það getur fengið einhverja innflytjendur til að líða ekki eins og sé ekki velkomin hann. Þetta er bara alvöru hlutur sem við erum að þurfa að díla við í dag. Þetta er náttúrulega bara geðveiki. Já, svo segir hann ef líkamar transkvenna eru kvenlíkamar verður það þá glæpur að umskera strák ef hann skiptir kyn seinna því að umskurður kvenna er jú ólöglegur. Þannig erum við komið helvítið langt í heimspekilega pælingar. Fá lögfræðing. Pælingar, já. Arnar Arimbjarnar, hægri geitin, Eva er frábær, góður þáttur, segir hann. Sammála. Takk. Og segir það Helga Sverrisdóttir segir, gerir það með að þeir tala pistilinn, kynvitund gengur lengra en kona í lögunum í Ástralíu, réttindi kvenna horfin.
Holy Thunder King segir mér Jón Þormar og Sverrir, finnst ykkur að reka ætti útlendinga sem koma til landsins og kunna ekki einfalda íslensku eftir ákveði langan tíma? Ef já, hversu langur er tíminn sem þeir ætti að fá? Ég segi nei, nema og sért Á hvaða forsetum, skilur, það fer líka svolítið eftir því hvort þú sért að fara Já. að sækja ríkisborgararétt eða hvort þú sért bara að stoppa Já, stutt eða hvað, akkurat. skilur. Svona vertíðast Ef þú ert- sem í ferðaþjónustu Akkurat. þurfum ekki að læra íslensku mín Nei. vegna Akkurat. Mér finnst að vera svolítið, ef þú ert koma hérna á eigin vegum og ert að borga allt undir sjálfan þig og allt svoleiðis, sorry, mér finnst bara okkur koma rosalega lítið við hvað þú ert að, hvernig þú gerir hlutina, þú veist, svo lengi, en þú veist, það er svo okkar að setja kröfunar, þetta er svona tveir punktar sem að við þurfum kannski aðeins að vega og meta í þessum málum. En mér finnst að í þessu tilfelli væri hægt að gera eins og í Arabalöndunum þar sem þú getur komið hérna og þú getur unnið og þú getur jafnvel fengið einhverja skattaafslætti en það er bara alveg skýrt þú ávinnur engin réttindi Akkurat. þú veist, ef þú vilt fá einhverja sjúkraþjónustu þá getur þú bara keypt tryggingu þú veist, þú fær bara engan aðgang að hérna, kerfinu þá getur komið hérna og unnið, verið með 10 sinnum hærri laun heldur en það sem verðt og svo bara ferðu Akkurat. og bara búa til eitthvað svo aðskilið kerfi fyrir þennan hóp. Ég get til með sagt bara fyrir mitt leyti, ef að við töluðum ekki spænsku þá myndum við ekki geta bjarga okkur hérna sem við erum. Það talar engin ensku, það talar engin íslensku. Já, ég meina, ég var út á Spáni ekkert hérna og ég þurfti læknisþjónustu og það var bara, ef þú kannt ekki spænsku, þá færð þú ekki, þá færð þú ekki heilsugæsluna. Þá gast ekki fara á heilsugæsluna. Þú bara þurftir að koma með túlk með þér, rætta honum sjálfur, sko, og taka með þér. Veist, þannig að það eru einhverja kröfu gerða til fólks. Hér þá getur þú bara labbað inn á heilsugæsluna eða bráðamóttökuna eða hvað sem er, veist. Bara ferð inn á heilsugæslu, þetta er bara sem að vera komið til Bagdad. Já, algjörlega. Það er galið. Svo kemur hérna, akkur geta Normenn og Dani látið innflytjendur læra tungumál heimamanna, akkurat. Það er að því að setja þetta kröfur. svona auðvelt? Akkur tala öll mín börn spænsku eftir að við fluttum hingað, þú veist, þetta er ekkert mál. Bara börn læra þetta ef þú ætlar að láta að læra þetta. Já, og líka ef Svo það segir er einhverja kröfur. Já, svo segir Bjarki Jón Þormar að reyna að minnast ekki á Vogaitu, já, hann var að tala um einhvern hérna skattdæmi hérna, ekki með kái og ef að húmorun orðin of óþroskaður jafnvel fyrir okkur hérna, þá lít ég bara fram hjá því. Skammist ykkur. Hérna, já, svo kemur þjóðin er ekki bara hugmynd, heldur genalegur raunveruleiki, já, og andlegu Sammála. líka, þetta er allt, þetta er samtvinningur af öllu þessu, myndi ég segja. Rétt. En bara Eva, takk kærlega fyrir komuna og Takk hérlega fyrir mig. Takk fyrir komuna, já. virkilega gaman að hafa þig. Og Sverrir, Sömuleiðis. þú ert meira en bara brjóstiðin. Takk kærlega fyrir. Gracie, yes. Takk fyrir okkur. Já, takk.